sko vók, ég meina slöffun í samfélagum ekkert nýtt, það var bara vægasta úrræði áður sko gegn því sem höfðu ranga skoðanir eða ekki rétta skoðanir. Allt verið til mjög lengi en sko vókismi í mínum huga auðvitað bara venjulegu fasismi, það sé að þú getur ekki unnt öðrum einhver aðra skoðun á þess að hafi afleiðingar fyrir viðkomandi. Þetta fólk jafnir til þess að vera sérstaklega að berjast gegn fasisma sko. Þetta svo öfugsnúið sko. Birtist þér einhver flokkur sko sem auðvitað sótrauður vinstri flokkur í grunninn, Samfylkingin, og allt í orðin bara svona svolítið hægri flokkur sko. Nú ætlum við bara að fara, við sko, þið þessir aumingjar hérna hægra megin á línunni sko, þið hafið bara ekki klárað neitt hérna sko, nú ætlum við að fara að klára þessa hluti sko. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið svo vel. Já. Jón Gunnarsson, talsmaður Solaris á Íslandi, inngildingar og fjölmenningasérfræðingur og gjaldkeri tjaldsvæðisins á Austurvelli. Kærlega velkomin. Já, þakka kærlega fyrir þetta, engin smá titlar sem það farin að bera hérna. Þú varst svo mýgandi stressaður að koma hérna, þú ákvæmst að koma með lögfræðingin. Já, og dómara minn. Dómara minn, Brynjar, þú hefur komið einu sinni áður. Kærlega velkomin. Þakka fyrir, ég hef komið hérna á einu sinni áður eða tvisvar. Nú maður með sko lögfræðing, persónulega ráðgjafa og lögfræðing sem ber ábyrgð öllu sem maður gerir. Mannréttindalögfræðing líka. Já, í öllu. Og þegar við vorum í dómsmálaráðuneytinu þá gengum við frá þessu, þetta var þá þegar ákveðið, hann færi í dómstólana og ég hélt áfram ruglinu og við breyttum reglunum sko. Nú getur við valið þér dómara, ef þú ert alþingismaður þá getur við, og fer fyrir dómstóla, þá getur við valið þér dómara í réttinum. Já, er þetta ekki að sem Karl Gauti var að fjallum á Klausturbar? Jú, þannig að nú erum við með þetta allt saman eins og við sjálfstæðismenn viljum hafa þetta, er það ekki? Jú, er það ekki? Hvað finnst ykkur? Hvernig finnst ykkur samt að vera að koma með dómsmálaráðherra sem stendur í lappirnar? Það er svolítið breyting. Já, er það? Er það ekki? Nú ertu komin eitthvað út fyrir það sem maður þekkir, sko. Þetta tala inn í framtíðina eða eitthvað? Ég er að tala inn í framtíðina. Já. Nei, þetta er samt alveg, sko, merkilegt. Sko, Þorbjörg Sigríður er að gera margt sem að þið voru kannski að tala fyrir nokkrum árum, en fenguð ekki í gegn. Já, ég meina hún er að leggja fram ágætismál sem að við vorum búin að undirbúa fyrir 2 árum síðan í ráðuneytinu og rúmlega það eru 3 og 4 árum. Það var eins og sýslumannssameininguna og héraðsdómstólasameininguna og þetta voru svona tilbúin mál. Munið þegar að brottvísuna úrræði var orðin fangabúðir fyrir ekki svo lengur. Það er ekki fangabúða lengur? Nei, nú er bara allt önnur umræða sko. Það er svolítið merkilegt því að þegar þetta var rétt þegar við vorum, þá var þetta einmitt fangabúðir og þetta við vorum hinnir vestu menn. En síðan heyrðist ekki bofs í fjölmiðlum núna, ekki bofs í neinu af þessu fólki, ekki neitt. Ekki frekar enn í sölu Íslandsbanka sem var sko, við vorum að drepa mjólkurkúnuna, þó bara selja smá sko, bara drepa mjólkurkúnuna sko. Og núna er ekki að selja smá, nú bara að setja allt sem eftir er og enginn talar sem mjólkurkú lengur. Allt undir fórustu Ingo Sæland sko. Það er líka allur seldur. Hann er allur seldur sko. Á afslætti? Og á afslætti og það var allt, við vorum að selja á lágu verði, ekki við var nú ekki sinni þá. Nei, þetta var á lágu verði og kostnaðurinn var allt of mikill, var reiknað út og nú er kostnaðurinn miklu herri og nú er verði lægra og afslátturinn miklu meiri. Það heyrist ekki bofs, alveg eins og í þessu þegar að við, sem er náttúrulega alveg bráðnauðsynlegt og ég er sjálfsögðum að styðja Þorbjörgu í því, ég er mjög ánægður að þau skulle vera að stíga þessi skref en þegar að ég og við fórum að ræða þetta fyrst sem að þetta nauðsynlega skref að koma upp einhvers konar brottfara búðum og móttökubúðum fyrir flóttamenn. Það er til að geta flokkað, til að geta haldið utan þetta
haldi fólki á sama stað þar til að á að sæta brottflutningi og þetta ítir mjög undir vilju að för manna, það bara reynslan úr Schengen-löndunum, að þá byrtust myndir af mér sko í einhverju nasistabúningi sko í skopmyndunum í fjölmiðlum og svona sko, ég var bara ekki betri en Hitler sjálfur eða hans undirsátar sko. Þetta þetta alveg með ólíkindum hvernig hérna pólitíkin að þessu leiti sko. Já. Ósangjörn? Já, hún það náttúrulega alltaf sko, en hún bara samfélaginu svo dýr út af því að menn eru í einhverju populista pólitík sko. Þú veist, svona stærsta ríkasta dæmið í því samhengi sko afstaða manna í orkumálum, orkuframleiðslu og allt þetta ströggl sem að Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera í alveg frá hruni, verandi eini flokkurinn sem á þessu tímabili frá 2010 í 15 ár hefur lagt fram sko alvöru tillögur að fara í frekari orkuframleiðslu, fyrst á kjörtímabilinu 9-13 undir forystu vinstri stjórnarinnar, þá lögðum við tvisa fram frumvarp sem ég var framsögumaður á að fara í taka 4 virkjanakosti út úr rammaáætlun og halda áfram. Það var að sjálfsögðu fellt. Svo því ég var formaður atvinnuveganefndar 13-16 og þá kom ég með tillögur að setja inn í nýtingaflokk annars vegar 5 virkjanakosti og hins vegar á undan 8 virkjanakosti. Þarna var sko samfylkingin og þetta lið allt á háa síðan á móti. Framsóknum með beiluðu í samstarfinu og svo náttúrulega sprakk svo ríkisstjórn haustið út af mjög ósangjarni uppákomu gagnvart Sigmundi Davíð. Við hefum kannski klárað þetta síðasta veturinn en ég var búinn að liggja í honum og þessu liði og komið tillögurnar og þær voru komnar inn í atvinnuveganefndina en við náðum aldrei að klára þetta. Núna kemur þetta fólk eins og hvítfeði og segir já sko þið sjálfstæðismennir eru búin að stjórna þessu málum í öll þessi ár og þið hafi ekki komið inn í gegn sko og ætlum við að klára þetta. Þú veist, það bara já, góðan dag, verið velkomin, ekki ætla að ég standi í vegi fyrir ykkur sko, ég skal hjálpa ykkur. Þú veist, hvað heldur þetta kosti samfélagið í dag? Hvað heldur þetta kosti Íslands samfélagi í dag? Við erum að tala alltaf einhverja milljarða til eða frá. Sko þetta kostar ekki bara 10 milljarða ári. Það má sennilega segja að þetta kosti 100 milljarða ári. Að við skulum ekki hafa haldið áfram, skapa ný tækifæri og aukið á verðmæti, útflutningsverðmæti og hérna atvinnusköpun. Þetta fór allt forgörðum sko. Við erum búin að missa mörg ár úr þar sem að framleiðslan geti verið á fullu sko. Það skiptir ekki máli þegar að við erum að fá marga milljarða inn í ríkiskassan með hagræðingartillögum á veiðigjöldum. Talaðu nú ekki ósköpin maður. Jesús. Brynjar, hvað veist þér veiðigjöldin? Máttu kannski ekki tjá það, þú náttúrulega héraðsdómari. Nei, ég skil nú ekki hvað átt að gera með mér hérna sko. Og þú ert nú svo anstíkilega og þú heldur upp á mig og lest mér lofa að vera að koma eitthvað en hérna sem er alltaf skemmt með skapur en nei sko, ég meina það alltaf verið legið fyrir að sumi vilja bara hærri skatta og hérna sækja peningin og við eigum þetta allt saman og hérna. Sanngirni? Ég ekki bara sanngirni, þetta var siðferðislega rétt sko, veistu, einhverstað ég það, veistu, og hérna, það allt í lagi, menn geta þetta haft þá skoðun að ég bara hækka skatta, ég ger ekki aðsvöldu það, fullt af fólki þannig og trúir því að tekjur ríkissjóðs aukast til lengri tíma með því, en ef þú ætlar í svona aðgerð, sem þið finnst skort á, ef þú ætlar í svona aðgerð hækka, þá verður að reikna út og láta skoða hvaða hugsanlega afleiðinga það hefur. Fyrir byggðarlögin, fyrir sveitafjörlögin, fyrir okkur öll. Hvað getur það þýtt? Ef ég maður rétt, þá liggur ekki slíkt fyrir. Ég held að KPMG hafi verið að gera eitthvað núna fyrst, sko. Það lágvist fyrir, en það var ekki hægt að nálgast það. Það sáðu þegar Stefánina var að spyrja Guðmund Já, Guðmund Árna og hún var í settinu líka, þetta var á fundi SFS í Hörpu. Nei, svo finnst mér sko að menn svara þessu bara með hroka sko. Vist, og menn bara segja, þjóði vill bara hærri skatta, þetta siðferðilega rétt og eitthvað svona og réttlætur og sanngirnismál og svo sittum við bara uppi með eitthvað sem við vitum ekki hvað afleiðingar hefur sko. Þetta finnst, ég held ég sé ekki að segja neitt sko sem bara ekki eðlilt að segja í sjálfu sér. Að þú ferð ekki með svona risastórt mál í höfuð grunnatvinnu við þjóðarinnar
nema að láta greina hvað þetta hugsaða afleiðing getur haft. Það var Guðmundur Ari sem var þannig í Hörpunni, segi Já, Guðmundur, það var hann sem Nei, ég veit og Hanna Kata. Og Hanna Kata, já. Þetta finnst mér svona varandi þetta, sko. Auðvitað geta menn alveg, sko, sumir bara þeirra skoðuna bara skattar eða vera hærri og ef við höfum ekki hærri þá sem afsala okkur tekjum og svona, allt þetta. Ég ger enga þetta er bara sjónami, sko. Þetta er bara þekkt pólitík, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. En þjóðin vill þetta. Af hverju er þjóðin svona heimsk? Þjóðin er ekkert heimsk, sko. Þú veist, þetta er aftur, sko, þetta þessi populíska pólitík, sko. Þú veist, akkur er verið að keyra svona hart á þetta og svona hratt og svona illa undir búið. Já, það er að því að þjóðin vill þetta, sko. Það er 70% með okkur í skoðanakönnunum. Sko, ef að við verðum alltaf hér með stjórnvöld sem ætla að fara eftir því að almenningur sé spurður einfallar spurninga og hefur kannski takmarkaða forsendur og upplýsingar sko, stöðu mála og jafnvel þekkingu í mörgum tilfellum á flóknum málum, þá komustu ekkert áfram, sko. Þá værum við ennþá í torkofunum. Við höfum bara búið við það sem betur fyrir á undanförnum áratugum að vera með ríkisstjórnir í landinu sem hafa staðið í lappirnar. Þú veist, ef við hefðum alltaf að fara eftir skoðanakönnun, þá hefðum við ekki byggt Kárahnjúkavirkjun, þá hefði ekki komið álver á Austfjörðum. Þetta eru þetta bara einhver stórkostlegustu útflutningsverðmæti sem við erum með. Þetta vigtar í vöruútflutningi okkar, sko, stærst af öllu, sala á áli og hérna hafa reynst bara mjög traustir og góðir vinnustaðir, borga góð laun, eru búin að starfa hér mjög lengi, byggja upp raforkukerfið okkar með því að kaupa okkur mikið af raforku allan sólarhringi 365 daga á ári og hefur verið alveg ótrúlega verðmætt fyrir þjóðarbúið. Alveg þetta var svona í aðeins minna samhengi, þá var sko í skoðanakönnunum meirihluti þjóðarinnar mótið að byggja Hvalfjarðargöng, sko. Hverjum dytti það í hug í dag? Þannig að þú þarftu þetta alltaf í pólitík, þarftu alltaf hérna einstaklinga og fólk og flokka sem að standi í lappirnar og taka þessar ákvarðanir og leggja þær síðan undir í kosningum og upplýsa fólk það hvað jákvæð áhrif svona ákvarðanir hafa. Þú veist, það er að velta sér endalaust upp úr því, sko, hvað ef og eitthvað svoleiðis en þetta er þessi hækkun á veiðigjöldum núna snýst ekki hækkun á veiðigjöldum, ekki í okkar huga, ekki í huga 26 sjávarútvegsveitarfélaga. Það snýst það, hvernig ætlum við að gera þetta? Hvernig ætlum við að ná þessum auknu verðmætum út úr greininni þannig að sé hægt að gera þetta? Það eru flesti sammála það að það sé hægt. Það gerist auðvitað með frekari hagræðingu, frekari sameiningu, það hefur sínar svona verri hliðar, en þannig höfum við náð að skapa þessi verðmæti í sjávarútveginum og það er hægt að ná betri árangur. Ég held að sé allir sammála það, en gerum það bara með skynsamlegum hætti, sko. Það er alltaf, sko, mjög skrítið, sko, þegar eitthvað atvinnuvegur gengur mjög vel að fara að hringla mikið í því, sko, á þess að vita hvað afleiðing það hefur. Það gæti haft. Já, en gróði er samt sjálfkrafa eign þjóðarinnar einhverju leyti. Alltaf þegar við erum að tala um einhver gróða, þá að borga skatta, ég meina þið keyrið á veginum. Já, ég meina, ég mun alltaf samþykkja það að hækka skatta á Jón. Ef það var ekki hækka á mig, sko. Ég mun greiða atkvæði með því, sko. Þetta er eign þjóðarinnar. Við eigum þetta. Alveg eins og fuglinn fljúgandi. Já, eins og fuglinn fljúgandi. Ég er nú bara að ræða það ofta áður þetta með eignaréttin, ég nenni nú ekki að fara yfir það. Þetta er bara auðlind sem við stjórnum, er allt í lagi. Þetta er alveg rétt hjá Guðmundi Brimi og ég held ég hef sagt það fyrir löngu síðan sjálfur. Það á engin fiskinn sem slíka, sko, enda siglir hann út á suður og svo fuglinn, sko. Hann hlýtur að hlusta vel á þetta hlaðar. Já, en sko, auðlindin, þetta er auðlind sem fullvalda ríki, þá stjórnum við hvernig hún nýtt, hvernig hún er skattlögð og svo framvegis. Engin ágreiningur það, sko. Og hún verður ekki að verðmætur nema hún sé nýtt með skynsamlegum hætti, sko. En það sem við þurfum alltaf að velta fyrir okkur í þessu er það hvernig fáum við mest sem þjóð út úr þessu. Það er ekki alltaf með
skattleggja allt til döðs, sko. Það er svo erfitt að útskýra það fyrir fólki, sko, að því þetta mörgum fyrst að vera réttlætismál og svo framvegis, já, allt saman mikið réttlætismál og skattar eru mikið réttlætismál og allt það. En hvar liggur hagur okkar, sko? Og þá umræðum aldrei taka því þetta er bara eitthvað, þá þú bara að ganga erindi auðmanna og sérhagsmuna heitir það ekki. Jú. Þessi umræði bara kæfð og svo bara sagt, heyrðu, þetta er réttlætismál, bara siðferðismál sagði einhver viðreistarmaðurinn og ég svo, já, ok, þegar mennur fættir að hugsa svona, þá held ég að við endum í ógöngum. Sko, ríkissjóður og þjóðin er ekki endilega það sama, sko, og það eru þetta hægt að fara aðra leiðir í svona einhverjum gjaldtökum af náttúruauðlindum og það eru fordæmi og dæmi til út í heimi, ég held að sé til dæmis í Alaska. Þetta höfum við rætt svolítið, ég hef tekið þátt í umræðu með Ragnar Árnasyni, prófessor, þessi mál og sko, þú getur auðvitað tengt þjóðina miklu betur saman við svona arð af auðlindum með því að hafa þá bara einhvern sérstakann sjóð sem er umsjá þjóðarinnar, ekki umsjá ríkissjóðs og politíkurinnar og inn í hann fara þá einhverjar arðgreiðslur eða afgreiðslur af nýtingu náttúruauðlinda landsins, þetta getur verið í orkunni, þetta getur verið í ferðaþjónustunni, sjávarútveginum og öðru og það myndast bara einhver þjóðarsjóður í kringum það sem að síðan þjóðin fær bara greiddan arð út eins og menn fá greiddan arð af hlutabrifum sínum í fyrirtækjum. Þá verður þetta miklu meiri tenging við kerfið. Þá myndi þetta þýða það að þjóðin, einstaklingarnir sem að byggja landið, að þegar að þeir væru farnir að fá arðgreiðslur inn lúguna af vel reknum fyrirtækjum sem er að nýta auðlindir okkar, þá myndu þau þetta öskar á það að fá ennþá meira og hafa fyrirtækin enn betur rekin og öflugri og sterkari, þannig að þau gætu verið að greiða eigendur sínu meiri arð með beinu tilliti og þú hefðir þetta bara skattfrjálsar greiðslur í þessu tilliti. Þetta eru svona nálganir sem að menn geta nálgast, en auðvitað er það bara þannig að við erum ekki að framleiða nógu mikið, við erum ekki að búa til nægilega mikil verðmæti í þessu landi þó við séum nú að skora hæst á öllum samanburðarlistum lífsgæði og slíkt og okkur hefur gengið alveg ótrúlega vel að komast á annan stað að megin hluta til síðust áratugum stjórn Sjálfstæðisflokksins. En sko við þurfum meira til að geta stigið þetta skref og tekið þessa peninga út úr þörf ríkissjóðs og deilt og þannig bara beint út, við getum verið algjört paradísaland á einhverjum árum ef við förum einhverja svona leiðir, en til þess þurfum við náttúrulega að nýta þá auðlindirnar betur og meira til að skapa meiri verðmæti, þannig að ríkissjóðu sé ekki þessar endalausu þörf á að og byggja upp þessar innviða skuldir og annað. Það er vandamáli með ykkur stjórnmálavinnina er það að þeir þurfa alltaf meira og meira með pening. Þeir geta alltaf sagt nei, útgjöld ríkisins aukast og aukast og aukast. Þess vegna eru við líka með háa vexti. Ég er nú að tala fyrir öðrum leiðum í því. Ég sé alveg í gegnum þetta, sko. Þið eru náttúrulega, sko, sjávarútvegurinn er bara þannig. Hann er alltaf, sko, að tala það hvað hann er rosa arðbær og rosa frábær og svo góð, við notum allt, við notum náttúrulega 100% af fiskunum og það er nú ekki í Noregi. Þið eru náttúrulega bara að tala fyrir einhverju rússnesku oligarkaveldi, þar sem að þessir auðmenn sem að raða sig upp á lista hæstu tekju, í tekjublaðinu, hæstu lista á efstu 4 nöfnin. Þetta er náttúrulega svo augljóst að þið eru bara að verja fólk sem að kaupir samfélögin upp í ótengdum rekstri og kaupa spilta stjórnmálamenn eins og ykkur, eins og engi sé morgundagurinn. Það er bara þetta lið er allt fengið til þess að passa upp á það, að kaupa fjölmiðla, kaupa upp samfélögin. Það er ekki hægt að kaupa sér, einhvers að það var ekki hægt að kaupa kuldagalla á Dalvík á þess að Þorsteinn Már myndi vita af því, út af því hann þyrfti að hafa aðkoma að því. Þannig að þetta er bara afskipta sem er dauðans til þess að verja rússneskt oligarkaveldi þar sem að þeir þurfa að kaupa einhverja snekkjur á kostnað þess að við verðum með gott heilbrigðiskerfi. Sko, Við erum orðlausir. Nei, sko, málið er það, þessi aðgerð til dæmis ekki til þess fallin að þessi útgerð verði á markaði og almenn hlutafélag. Þetta leiðir ekki til þess.
í öðru lagi þá eigum við í gegnum lífeyrissjóðina meira og minna allt atvinnulíf í landinu sko. Það nú bara ekki flóknar það. Þannig að þetta ólígarkaveldi sko, held ég að sé bara frasar sko, en vissulega hefur þetta verið þessir útgerðarmenn og þeim hefur gengið bara mörgum vel og útgerð hefur gengið bara þokkalega vel. En það ekki þannig að þessi félög eru að fjárfesta í óskyldur rekstri. Það getur verið eigendur þeirra með arðgreiðslum séð í einhverjum öðru business, eðlilega, það eins og í öllum. Menn eru bara að fjárfesta og þannig að menn held ég grauti þessu öllu saman svolítið sko. Kaupa áhrif, kaupa Morgunblaðið, kaupa stjórnmálamenn eins og ykkur. Já, ég meina ekki vera með þennan ódýra frasa sko. Já, þú veist, það er svona ákveðið ég get alveg tekið svona kaldhæðni frá þér sko í ýmsum áttum en að bera þetta á borð, þú veist að menn sé eitthvað keyptir hér af einhverjum atvinnuvegi sko og einstaklingum þar er náttúrulega bara engin fótur fyrir og gjörsamlega óþolandi umræða en hún hefur verið með tilgangi sett á dagskrá ítrekkað á undanförnum árum. Ég veit nú ekki hversu marga færslur hafa komið það að ég sé sko einhver hagsmunagæslumaður þessar aðila því að þeir eru búin að kaupa mig. Ég veit ekki hvar það á að hafa verið sko. Þú veist, ég var einu sinni innan netaverti frá Grindavík á Bátra Gjögri, 19 ára gamall. Svo sko dóttir mín og tengdasonur með litla útgerð á Siglufirði, kvótalausa útgerð svo það sé tekið fram og bara gengur glimrandi vel hjá þeim en það hörku duglegt fólk. Ég hef róið með honum á línu á grásleppu og farið með barnabarninu mínu á strandveðar og svona. Ekki hagsmunaárástur einhverju þarna? Já sko, það væri það eflust ef að menn teldu svo ekki að ég væri sko verjandi stórútgerðarinnar og væri alltaf að gæta þeirra hagsmuna á kostnað þá fjölskyldu minnar í dag og þeirra sem ég hef starfað fyrir sko. Þú veist, þetta eru þetta svo billeg pólitík en hún eru þetta sett með tilgangi á dagskrá til þess að reyna að villa fyrir fólki. Auðvitað er það þannig að það eru nokkrir aðilar í sjávarútvegi sem hafa náð gríðarlegum árangri. Þeir hafa allan tíman spilað eftir settum reglum sem að við höfum sett eftir að við settum kvótakerfi á hérna á 9. áratugnum, byrjun 9. áratugarins og þar sem við skárum þá niður heimildir í framhaldi og menn voru með allt og marga báta, allt og marga sjómenn til að veiða allt og lítið magn. Og það byrjaði hagræðing. Hvernig hefur þessari hagræðingu verið stýrt í öðrum löndum? En hefur verið stýrt þannig að ríkið hefur komið inn, keypt upp gamla báta og útgerðir og láta nota skattpeninga borgarana til þess. Hvað gerðu við? Við settum á laginnar úreldingasjóð sem öll útgerðað fyrirtæki þurfti að borga inn í. Útgerðin borgaði þannig sjálf fyrir þessa hagræðingu og eyða bátum sem voru dregnir hér út á Faxaflóa út á miðun kringum allt land og þeim var sögt. Þessu mann fólk eftir fyrir 20-30 árum síðan. Og upp í 40 bara ungt fólk í dag man ekki þetta. Nei, það man ekki eftir þessu sko. Og þetta var allt saman sem útgerðin greiddi fyrir. Menn fóru að spila eftir leikreglum. Það var umdeilt þegar að framsalið var sett á með aflaheimildir eftir að kvótakerfið var komið á. Það var sko samfylking, getum við sagt, og Framsókn sem þá voru ríkisstjórn sem að settu þau lög. Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði á móti fyrir ákveðnum ástæðum. En þarna var þetta hagræðingin stóra sem fór í gang og skila okkur miklu verðmæti. Þetta fólk hefur bara byggt upp fyrirtæki samkvæmt þeim leikreglum sem er í samfélaginu og svo höfum við síðan 2002 þá settum við fyrst á auðlindagjöld undir forystu sjálfstæðismanna og svo höfum við að deilum það hvort að ég hækka þau eitthvað meira að gera og það er sem betur fyrr. En menn eru líka alveg búin að gleyma því Jón að sko þegar kvótakerfið kom á þá áttu ríki og sveitarfélög yfir 50% af kvótanum sko. Það var tæp 60%. Þeir sem seldu kvótan sem fengan útlutað í byrjun svo kallaðan gjafakvóta voru 60%, hátt í 60% félög í eigu sveitafélaga og ríkisins. Þannig að það voru stærstu seljendurnir á kvóta á sínum tíma. Þetta man enginn. Nei, þetta man enginn. Þetta er endar, sko, mér langar að tengja þetta inn í aðra umræðin sem að er ungt fólk og það núna nú nefnda einhvern tíma við þig Brynjar í þetta eina skipti sem þú komst hingað að ungt fólk er stór hluti af þeim sem er að hlusta
og það svona ákveðin hugmyndafræðileg breyting og þú veist, maður hugsaði einmitt svona út í þetta og ég nefndi það nú í seinasta þætti þegar ég var að tala við Árna Helgason þar sem ég var að ræða einmitt þessi mál sko, ég vissi ekkert hvað mér nákvæmlega fyndist veiðigjöldin en ég aftur á móti þegar ég sé menn sem að setja sig í stór hættu í því að annarkvort að draga línu eða sækja trógi eða hvernig sem það nú þá einhvern veginn fæ ég ekki alveg tilfinningunum svona ég á þetta svona ákveðin hugmyndafræðilegur en það sem ég langar að koma inn á sko aðeins ungt fólk og hugmyndafræði. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ef þið hugsað út í til dæmis Björgunin við Látrabjarg, skilurðu hvort að við varum í stakk búnir til þess að takast á við slíkt verkefni í dag með þau aðföng sem voru fyrir hendi þá. Einhvern veginn velti ég fyrir mig hvort að það svo sé. En svona, það ákveðin hægribylgja ungu fólki. Það? Já. Og það að verða sko líka ákveðin breyting sko, hægri mennskar að verða ákveðið punk, sem svolítið skrítið. Það núna náttúrulega búið að vera að keyra þeirri hugmyndafræði að sko heimurinn sé að farast og eina til þess að bæta úr skák í því að setja unga krakka á kvíðalyf og segja þeim að það sé foreldriðum þeirra að kenna að heimurinn sé að farast og allt sé að fara til fjandans. Þannig að núna einhvern veginn það að vera svona hægri maður orðið punk. Hvað veistu um það? Ég bara veit það ekki. Ég alveg hægt að skilja þessa skilgreiningar á hægrinu sko. Erum við ekki öfgahægrimenn? Sko, ég náttúrulega ekki neitt lengur en þú ert öfgahægrimenn. Þú hefur nú aldrei verið neitt. en ekki sem við tekið að tala mér stóðs? Nei, en sko ég held að er ekki bara það að fólk orðið sko raunsæra. Ég held að sé þannig sko að fólk sko sem að segja já, heyrðu, hvað búið að vera þvæla og rugla í okkur lengi sko. Bara veruleikinn blasir við okkur en við erum alltaf í öskrum á veruleikann eins og reyna öskan í burtu sko. Ég held að ungt fólk sé nú bara það skynsamt að það átta sig bara á þessu meira og þess vegna menn að kalla kannski hægri bylgju, ég veit það ekki. Veruleikin bankar upp á einhver tímann sko? Hann bankar alltaf upp á og Já, ég held að það sé dálítið lykilorð í þessu, þú horfist í augu við hann sko. Já, horfast í augu við hann og sko ég er náttúrulega verið að kenna ungu fólki og ég auðgengst mikið ungt fólk kringum íþróttahreyfinguna og svona, sko ég veist bara ungt fólk bara mörgleiti frábær sko og ég get alveg fullvissað um það að unga fólki í dag sem maður umgengst svona að mestu miklu meira spunnið eða heldur en mig þegar ég var þeirra aldrei sko, ég get alveg lofaði því sko. Þannig að ég óttast það ekkert en ég meina einhver tíman verður skynsemi. Nota einhver kannski betra dæmi. Já, betra dæmi þetta sko. Já, ok. Já. Og en ég held bara einfallega að já, veruleiki banki alltaf upp á einhver tíman og menn ítti bara ruglunum til hliðar sko. Já, og ég held að sko ágætis áttaviti í þessu fyrir ungt fólk sko er að fylgjast með þessari pólitík, ef þú fylgjast með þessari pólitík sko, þá og hvað gerist við þetta núna að raunveruleikin búin að banka upp á og ungt fólk farið átt að segja á því, heyrðu, þetta auðvitað bara einhver vitleysa, þessi sósíaldemokratismi, hvernig hann búin að fara með nágrannalönd okkar, Svíþjóð, Noreg, Danmörku og hverju eru þau að reyna að vinda ofan af og ég meina það orðið stutt á milli landa og fólk fylgist með þessu og áttar sig á lífsgæðunum sem við höfum umfram kannski margar aðrar þjóðir en líka svo pólitísk áttavitin í þessu sko. Hvað gerist þá? Já, þá allt í hennu birtist þér einhver flokkur sko sem þetta sótrauður vinstri flokkur í grunninn, Samfylkingin
og allt í orðin bara svona svolítið hægri flokkur sko. Nú ætlum við bara að fara við sko, þið þessir aumingjar hérna hægra megin á línunni sko, þið hafið bara ekki klárað neitt hérna sko, nú ætlum við að fara að klára þessa hluti sko, svo auðvitað í ákveðnum innbyrðis tókstreitt og vandræðum, þurfa að losa sig við svona fólk eins og Helgu Völu og einhverja leiðinda vinstri menn náðu ekki að losa sig við Þórunni og þannig að við erum með hana ennþá innan dyra og svo það kemur að þessum útlendingamálum að þá eru auðvitað mjög harðir hópar innan þessa flokks sko, sem að eru hvað hún að fara þessi Þorbjörn þarna sko, við þurfum nú að sýna mildi og vera góð við mennsku og þetta allt saman sko og allt fyrir þetta sveifla svona sko, ég meina Viðreisn allt í einu komin þarna upp á dekk sko með sín sjónamið sem í rótina sko flokkur sem kemur þetta bara út úr sjálfstæðisflokknum af því að fólki hafði meira áhuga heldur en meiri hlutin í honum að gangi í Evrópusambandið og loksins núna eru þau þá komin í ríkisstjórnarsamstarf þar sem þau geta látið glitta í það að þessi draumur þeirra verða veruleika og það fyrir að selja þjóðinni það að það þurfa að gera það út af einhverjum vörnum sko, út af heimsástandinu og það verður að vera hluti af stærra apparati og svona en það eru Bretar sem stýra þessu varnarbandalagi í Evrópu og þeir eru ekki í Evrópusambandinu sko, bara svo dæmis ég tekið, þannig að sko þetta í raun dálítið kostulegt að fylgjast með þessu hvernig pólitíkin eldir stundum þessar sveiflur sko, það er populismin. Já, mér finnst hann sko eins og ég var að nefna sko, mér finnst eins og samfélagi hafi breyst bara svo ótrúlega mikið. Ég man nú bara eftir í síðustu kosningabaráttu, þá var Þorgerður Katrín bara að sko fór í pontu og sagði, heyrðu, við erum alls ekki að fara að gera útlendingamálin að einhverju pólitísku máli. Það má alls ekki vera hluti af þessari kosningabaráttu. Svo komast þeirra ríkisstjórn. Fyrsta sem það gera og nánast sko líka fyrsta sem að kemur fram í rauninni í fjölmiðlum er bara einhver handbremsa í útlendingamálum. Þau eru bara að fylgja eftir því sem að við vorum lögð á staði í þeim efnum. Það tók helviti á eins og vorum að fara yfir áðan, ég menna það voru bara birtar myndir af mönnum í nasistabúningum og við vorum kallaðir sko englar dauðans og það fór á stað undirskriftasöfnum þegar við Brynja vorum settir í dómsmálaráðuneytið. Ég var settur þangað og Brynja kom með mér. Til að mótmæla, ekki. Já, til að mótmæla, undirskriftasöfnun sem að einhver 4-5 þúsund mann skrifuð undir að koma okkur burtu þarna strax. Já, 2.000 mann. Já, af því að við mundum ekki taka alveg sérstaklega á þessum málaflokkun sem snéru að kynferðisafbrotamálum og slíkum málum og útlendingamálum og við erum allt og harðir í því og eitthvað svona. Ég meina, það hefur engi ráðherra á undanförnum mörgum árum gert meira í réttastöðu brotaþola í kynferðisafbrotamálum heldur en við gerðum í ráðuneytinu. Við náðum að breyta lögum sem hafa búið að berjast við í nokkur ár að reyna að koma í gegn. Við fórum í átak við ekki almenning á vaktina með okkur, stræt og leigubílstjóra, dyraverði á veitingastöðum, allir væri á vaktinni, heldur námskeið fyrir fólk á útihátíðum. Ég held að það hef ekki verið nauðgunarmál síðan á útihátíð í Eyjum til að mynda Verslunarhelgi. Þetta var allt lagt af þegar við fórum á ráðundin og hvorum þá tókum við aftur. Þú veist, já, svona er þetta bara, en þetta voru átök, mikil átök, en það tókst að byrja að snúa skipinu og nú eru bara helviti margir konur um borð, nú er þetta bara ágæti skemmtiferðaskip, sko, það eru svo mikið af farþegum sem eru fylgjandi því að fara þessa leið sem við vorum að varða í byrjun. Já, þetta er sko, Ásmundur Friðriks fekk líka rosalega ágjöf út af því hann var náttúrulega að reyna að benda á mikil vandamál sem að voru að eiga sér stað á Reykjanesskaganum víða. Hann þekkti þetta vel á sínu heimasvæði. Já, en núna einhvern veginn komast allir á þá línu og þá var búin að var dregin ný lína. En ég man að ég spurði sko mann sem að var er Keflvíkingur. Kannski kringu 2019 eitthvað svo leiðis og ég spurði hann þú veist, þessi útlendinga umræða skilur sem að maður er að heyra af því sem er að gerast á Ásbrú og annar staðar. Þú veist, er eitthvað til í þessu og þú veist, er þetta jafn slæmt og maður er að heyra í svona stundum í fjölmiðlum og hann bara, þetta er miklu verra. Já. Þetta er miklu verra. Já. Sko, stjórn á landamærum er sko þjóðaröryggismál sko.
þjóð sem er ekki sjálf á landamærunum, hún lendir í miklum ógöngum, sko. Það hefur eiginlega ekki með útlendinga eða flóttamanna pólitík að gera í þeim skilningi, sko. Þú verður þetta bara að hafa stjórn og hérna það er eiginlega ekki til ríki sem getur bara haft það þannig að þú fer bara inn og tjekki. Þú fer bara inn og segir bara ég bið vernd eða alþjóðlega vernd og svo bara ferðu eitthvað, bara út í samfélagið og enginn veit neitt hvað þú ert og svo lætur ekki ná í þig svo ferðu ekkert og felur þig og hérna þú lendir miklum ógöngum, það verður auðvitað mikið félagsleg vandamál kringum þetta, fólk þarf auðvitað að bjarga sér kannski með því að fara ekki alveg eftir lögum skipulag glæpastarfsemi og allt hefur þetta afleiðingar, sko sagan ætti að hafa kennt okkur þetta en við vorum ekkert að horfa á það, við bara reynslannar á þjóða. Þetta snerist orðið bara Það er náttúrulega gengið svo vel í Evrópu. Nákvæmlega, sko. Nei, þetta er þetta vandamáli sem er svo erfitt að síðan að vinda ofan af. Og hérna, eins og menn sögðu við okkur í Donska útlendingaráðuneytinu þegar við fórum þangað við Jón að Íslendingar verið mestu fá þetta sem þeir höfðu fyrir hitt, sko, eða að geta ekki lært af öðrum, sko. Sko, ég man eftir því að einu sinni sagði ég í útvarpsviðtali, það verið á Bylgjunni að ég ætlaði að segja skipulagri glæpastarfsemi stríð á hendur og í þingjun eftir hádegið þann sama dag var einhver úr samfylkingunni held ég sem kom og sagði ráðherra sem talar svona fyrir hádegi hann á að segja af sér eftir hádegi. Ja, hann var margar ástæður fyrir því ekki. Jú, það er örugglega þeirra huga en þú veist en við sögðum skipulagri glæpastarfsemi stríð á hendur. Við fjölguðum rannsóknar og saksóknar teimum í skipulagri glæpastarfsemi úr 1 í 5. Við fjölguðum 80 manns í lögreglunni. Við erum að tala núna fjölgum 50 á þessu ári og fara að bæta í námið, fjölga nemendum. Við tvöfölduðu nemendafjölda í skólanum. Það er ekkert rætt um það núna. Það útskrifast tvöfalt fleiri úr skólanum í dag í lögreglunámi. Við náttúrulega innleitum rafbyssur og huguðum mikið að öryggi lögreglumanna í sínu störfum og mjög umhugaðum það en það er bráðnauðsynlegt bara til þess að fólk fari ekki að forðast þessi störf. Þetta er bara grundvallar atriði. Í nágrannalöndum okkar og Norðurlöndum er fólk svona, það er orðið erfiðar að fá fólk til að ganga í lögregluna að verða lögreglumaður. Þú vinnur á móti því með því að auka öryggið þeirra. Þetta fólk á allt fjölskyldur sem vill fá það heilt heim, sko. En sko þessi stjórnmálmenn þurfa þetta að skipti miklu máli stjórnmálmenn gerir, sko. Það snýst svolítið um öryggi landsmanna, tryggja öryggi, tryggja stjórn, að við stjórnum landamærum. Ég held að enginn geti deilt um þetta í sjálfum sér, sko. Þá er ekki þar með þess að vera að segja það að við séum eitthvað, segjum bara alltaf nei við alla sem sko er á flótta en svoleiðis. Þú voru bara að hafa stjórnina á landamærunum. Þú máttu ekki missa tökin á þessu. Svo er það bara pólitísk og hvað við að taka við mikið af flóttamönnum og hvað við að miða og menn getur bara tekist á um það og deilt um það. En þú verður að hafa sko stjórnina, sko. Þannig að þú vitir hverju kom inn, komið þeim í burtu sem ekki réttin og svo framvegis. Ég held að menn ekki það verið deilum þetta. Nei, og þú hefur bara síuna á landamærunum og stóra hliði þar okkar í Keflavík. Ég meina, þetta er einfaldara fyrir okkur heldur en flestar aðra þjóðir af því að við erum eyja sem er með eiginlega bara eitt stórt hlið sem að skipti máli sem er Keflavík. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Var þá ekki bara gott að Þorbjörg Sigríður hafi sparkað Úlfari? Fyrst það þurfa að taka svona til í þessum málum á landamærunum? Sko Úlfar, eins og kom nú fram hjá henni sjálfur, sko, þá hafði Úlfar bara staðið sem með ágætum í starfi og mér fannst þetta að vera mjög óheppilegar ástöðun, skil ekki ástæðuna fyrir henni en sko alvarlega stíður sér það þegar hún
nefndi skýringun á þessu vera það að þetta væri pólitísk ákvörðun og það eitthvað sem að hún á eftir að býta úr nálinni með að svara fyrir þetta með þessum hætti hún að setja þrýsting á undirmenn sína í stofnunum með því að segja ef að þið eruð eitthvað pólitískt ekki sammála mér eða eruð að stíga fram með einhver pólitísk álitaefni sem að mér mislíkar að þá getið þið glemt í að ég muni endurnýja við ykkur samningin, þá muni ég auglýsa stöðunar ykkar þegar að tækifæri gefst til. Þetta væri kallað Trumpist eða væri ykkur annar í stólnum. Já, þetta það má vel vera að þetta hafi verið mistök hjá henni, það að segja hún hafi ekki meint þetta með þessum hætti, en eftir standa þessu ummælinar og þetta svar og hún þarf að gefa grein fyrir því og hún getur einfallega þá gert grein fyrir því með því að biðjast afsökunar en Þetta ekki pólitísk ráðning, það á ekki að vera? Nei, sko menn eiga, ég held að ráðherra eigi almennt að passa sig á því að vera ekki hringla mikið í þessu að menn hafa annar búr staðið sig forsvanlega í starfi það þarf mikið til að koma held ég ef þá var að henda einhverjum embættismönnum út almennt en svo getur vel verið að hún hafi bara einhverja eðlilega skýringu á þessu En var þetta ekki út af því að hann var að fara upp í hádegismó að tjá sig þessi mál og hann hefði betur látið það vera út af því að svo má vel vera, ég meina embættismenn verður líka að passa sig hvað þið segja það getur haft afleiðingar en menn passa sig ekki. Ég hef ekki orðið var við að hann hafi eitthvað verið að tjási með einhverjum þeim hætti að það hafi verið eitthvað viðkvæmt. Hann hefur alveg verið ófeimnu við að segja síðan skoðanir og kalla eftir sem sagt aukningu á fjármagni og getu embættisins til að standa vörðum landamærin og við vitum að það náttúrulega mikið álag á þessu embætti en það ekki að horfa fram hjá því, það engin, ég hef ekki heyrt nokkurn mann segja að þetta embætti hafi verið illa rekið, það hafi ekki náðst árangur í störfum þess, þvert á móti þá hefur árangurinn bara verið mikill, ég meina tölurnar sýna það bara en menn sem að sinna svona embættum þurfa að hafa réttu verkfærin, menn að það ekki tilviljun að þegar við komum í ráðuneytið á sínu tíma 22-23 að þá held ég að brottvísanir á landamærum hafi talið í einhverjum tugum innan við 100 á ári. Á síðasta ári voru brottvísanir á landamærunum á 700. Það allt undir hans stjórn en vegna þess að á þessu ferli, á þessu síðasta kjörtímabili fékk hann aukin vopn í hendurnar, aukin verkværi til þess að geta stunda svona öfluga landamæra vörslu og þannig að hann hefur alveg sýnt það leið og embætti fær svona meira svigrúm og fleiri tækifæri til að vinna eftir og pólitíkin á bakvið sig til að þrýsta því í framkvæmd að þá bara hefur hann gert það mjög vel. Svo til viðbúið fekk hann alltaf þessa jarðhræðingar á Reykjanesinu í fangið og nei, þetta var alltaf óhöpilegt hvernig það að þessu staði, það það minnsta. Það mun bara útskýra þetta. Eflaust. En hvað finnst ykkur, tökum þetta aðeins víðar, tökum þetta aðeins frá svona hugmyndafræðinni. Það því að nú til dæmis veit ég að Útlendingastofnun starfar fólk sem eru lagmenn og alls konar fólk að þau með alls ekki tjá sig neinmál og þau bara þurfa að horfa upp á alls konar athugasemdir á netinu og þá nú einhver hafa sagt að það að mæta í vinnuna hjá Útlendingastofnun eins og að mæta sem fangaverður í Auschwitz og þau tala embættismenn og þau þurfa að passa sig og Jón Steinar talaði þetta mikið svona skoðanafrelsi og tjáningafrelsi ýmissa aðila, þetta nú Stefánina líka. Ekki svolítið sérkennilegt samt að þegar við erum með svona mörg embætti sem hafa svo stórkostleg áhrif á það hvernig við lifum okkar lífi að það sé almennt álitið sem sjálfsagður hlutur að tjáningafrelsið að sé skert eins mikið og raun ber vitni.
Því ég hef verið að pæla í þessu að þegar við erum embættismenn þá langar mig í rauninni frekar bara að vita hvað þeim nákvæmlega finnst frekar heldur en að mitt að sko einhver sko rosalega réttrúnaður sé að passa upp á það að halda þeim vakandi og sofandi yfir því nákvæmlega hvernig þau tjá sig sko út af hættu að missa vinnuna sko fyrir minnstu mistök. Já, sko, nú ég með mjög skert tjáningafrelsi og málfrelsi. Ég finnst það eðlilegt. Já, mikið orðin ber vitni, það svona já, ég veist, auðvitað getur haft eitthvað þú getur auðvitað tjáðið eitthvað skilur en sumt það verður að vera viðeigandi með þau störf og þeirra ábyrgð sem þeir eru verið falið sko. Þetta fólk auðvitað bara falið að framkvæma lögin sko. Þetta er svo mikilvægt að menn sé nú ekki einhvern veginn að gera sig vanhæfan í öllu því og þegar þú ert í svona stöðu þá þetta verður að passa það vegna þess að trúverðleiki embættisins getur verið undir og svo framvegis. Það er mjög eðlilegt. Þannig að bara leið og ferð í svona stöðu eins og ég er komin núna þá ertu bara að samþykkja það að þitt tjáningafrelsi og málfrelsi sé skert. Já. En það þýðir ekki að þú megir ekki hafa svona einhverja almenna hugmyndur eitt og annað sko. Nei, ég ætla að taka bara dæmi. Ef að ég er að sinna einhverju starfi, varðar einhver mál og ég er ofsóttur að heimilinu minni í 3 ár já. Og ég er ofsóttur að manni stanslaust út af því ég hafi aðkomað hans máli, maður sem að náttúrulega á kannski ekki að vera hérna til að byrja með. Ég er ofsóttur að heimilinu minni í 3 ár. Ég fæ ekki nauðsynlega bjargráð til þess að passa upp á náttúrulega það sem að hægt að passa upp á. Hann veit hvar börnin mín eru og annað. Og svo þegar ég tjáði mig það, þá er ég sjálfkrafa að vera vikið úr starfi. Þetta er galið, ef að þetta myndur nú einhvern tíma gerast. Jú, en ég held að það sem er galið þarna, í svona dæmi sem þú tekur og það á sér nú kannski stóði í einhverju raunveruleika, sko, að það er galið að það skuli gefa verið gripið inn í málið, áður að það fer þangað. Það er auðvitað, þar að mínum að til liggja mistökin í þessu. Og þarna áttu auðvitað að bara vera búið að tryggja öryggi þessa embættismanns, lögreglumanns eða hver það er og taka þá fólk úr umferð sem að haga sér svona og ef við höfum ekki lagaheimildi til þess þá þurfum við að breyta lögum til þess að það sé hægt. Nú var Bergþór Ólason að tala þetta álíka hypothetical dæmi sem að ég var að ræða og hann var að segja að sko svona ný hugðarefni eða það er að segja þessi svona nýju lög sem að núverandi ríkisstjórn hefur huga á að koma til lykta í útlendingamálum myndi ekki koma til með að grípa þetta tiltekna mál. Og ég velti fyrir mér sko núna þegar ríkisstjórnin er svona að taka í handbremsuna á þessum málum en er þetta mun þetta vera nóg í svona ef við svona rýni í það sem þau segja hvernig þau telja sig alltaf að taka umdan þetta, hvernig þau eru búin að taka þetta er búið að gera nægilega mikið í útlendingamálum til þess að allt sé með undir kontról. Já, undir kontról. Nei, það er ekki búið að gera nægilega mikið í útlendingamálum til þess. Það er alveg borðliggjandi og til að mynda bara þessar móttökubúðir og brottfararbúðir er algjörlega nauðsynlegt tæki fyrir okkur til að fara í. Jafnvel þó að sé farið að fækka hér umsóknum og farið að fækka aftur. Þetta var nú sko lengi vel meðan þetta voru bara einhverju 20 ári og þá töldu menn ekki þetta þurfa á Íslandi. En þegar að fjöldin fór svona upp að þá er þetta alveg bráðnauðsynlegt og í núverandi aðstæður er þetta bráðnauðsynlegt. Þannig að það er alls ekki búið að gera nóg. Sko þú orðar það þannig að þessi ríkisstjórn sé að grípa í handbremsun í útlendingamálum. Í dag er ekkert í því nema í orði. Eins og svo margt hjá þessari ríkisstjórn. Þau kalla sig miklu verkstjórn og ætla að kýla í gegn alls konar hluti. Þau eru búin að ná örfáum málum í gegnum þingið. Þau eru með mál gríðarlega illa undirbúin eins og bara veiðigjaldamálið og slíkt. Ég meina það eru hér einhver sjávarútveg sveitafélög sko 26, öll okkar öflugustu sveitafélög út all land. Þau eru á hliðinni út af þessu, af áhyggjum og gagnrýni.
náttúrulega fyrir utan greinina og hagsmunaaðila, fyrirtækin sem þjónast þetta er allt saman í miklu uppnámi, en þú veist, það er að því að málið er svo illa undirbúið, það er engin að gagnrýna það með ekki að hækka eitthvað veiðigjöldin, sko, það er bara fariði með þetta réttan farið, þannig að þetta er hinn mikla verkstjórn sem ætlar að klára allt og við ætlum að rífa í handbremsunni í útlendingamáli, við höfum bara alveg eftir að sjá hvað þau leggja á borðið. Það er engin einhugur í samfylkingunni sérstaklega og ég heldur ekki Viðreisn. Það er ekki annað en að skoða hvernig sumir þingmenn Viðreisnar töluðu til að mynda í útlendingamálum þegar að við vorum svona að byrja að breyta stefnu skipsins hérna fyrir ekki löngu síðan. Við vorum nú taldir vera og við talin þá sjálfstæðismenn vera að fara allt og langt. Svo þegar Guðrún tekur við og við komum öðru frumvarpi í gegn, þá var nú fólk svona aðeins farið að kaupa þetta meira, það þyrfti að gera eitthvað. En sko, það er engin algjör einhugur innan þessara ríkisstjórnarflokka þessa stefnu, þannig að við höfum bara eftir að sjá á spilin. Og ég ætla bara að taka undir það með Bergþóri, menn að þarna verður við að vera á vaktinni vegna þess að það eru stórmál, stór atriði sem þarf að taka á og við bara horfum á það núna að í Evrópu eru þjóðir bara eins og Þjóðverjar og margar aðra þjóðir að ganga miklu lengra heldur að það er á nokkuð tíma gengið, bara í Finnlandi til að mynda sem nú hluti af Schengen og í Evrópusambandinu, þar bara sýnir þú orðið vegabréf alltaf við komum til landsins. Það er bara komin upp vegabréf á skoðun þó þau séu innan Schengen. Og Þjóðverjar held ég líka. Já, þetta er ekki rætt hérna. Nei, Þjóðverjar að fara að gera þetta. Þannig að sko við þurfum að fara að beita þessum verkværum sem að við höfum heimild til innan Schengen. Það er það sem að Úlfar var að kalla svolítið eftir, að við gengjum enn lengra. En til þess þarf þá meiri mannskap og meira fjármagn og betri aðstöðu. Það er alltaf bara pólitíska fórustuð að framkvæma eitthvað sko. Vandamáli var í okkar ríkisstjórn sem við vorum í eða tengdumst við Jón, það var bara ekki samhugur, það var mikill ágreiningur innan flokkana þetta. Og ef það er ekki pólitísk samstaða í ríkisstjórn að framkvæma eitthvað svona, þá fer þetta allt forgörðum. Kannski einhverju plástrar hér og þar, en menn ná aldrei almennilega tökum á málflokknum. Og þetta á við allt sko, ekki bara þessi mál sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Mynduð þið segja að VG sé ástæðan fyrir því að við séum 10 árum eftir í þessum málum? Ég held bara, ekki bara VG, þetta voru líka öll stjórnaraðstæðan, hvað sem var í orkumálum, útlendingamálum og fleiri málum. Ég meina, hvað tók 20 og eitthvað ára á Suðurnesjalínu 2? Ég meina, við erum ekki ennþá byrjar á Hvammsvirkjun. Það er af því að það hefur ekki verið bara pólitískur meiri hluti fyrir þessu og svo situr alltaf einhvern veginn sjálfstæðisflokkur uppi með svartabjötur. Eini flokkur sem þó var eitthvað að rempa sko. Það er svolítið magna til dæmis, þú veist, ef maður tekur dæmi á þetta, þá er nú komin nýr þingmaður sem heitir Dagur B. Eggertsson sem er ekki alveg nýr í pólitík, borgarstjóri hérna til margra ára í Reykjavíkurborg, leiðandi samfylkinguna, ekki bara sko í borginni heldur stór þáttakandi því á landsvísu með sterka rödd og mörguliti klókur stjórnmálamaður. Nú er hann komin úr þing og bara í síðustu viku var hann í ræðu og reyndar bara núna undanfarið kemur hann í ræður og segir sko býtu hvað eru þið að tala hérna sjálfstæðismenn í þessum orkumálum sko. Þið eru búin að stýra þessu hérna og fara með þetta, þið berðu þetta ábyrgð, við erum komin hér til að reynsa upp skítin eftir ykkur sko. Hvað er orkuveita Reykjavík gert? Já, þetta er sko nákvæmlega þessi maður í 10 ár eða lengur stýrði orkuveitu Reykjavík, sko næst stærsta orkufyrirtæki landsins. Hann sett á verkefnastopp, undir hans forystu var sett á verkefnastopp
sem að var meðal annars afleiðingarnar í því birtust okkur hér þegar komu hér nokkrir frostadagar, það er búið að laga þetta núna, það er svona hluta til búið að laga þetta núna, en það voru komu hérna 2-3 vetur þar sem að komu kannski nokkrir frostadagar upp á 8-12 stiga frost. Það var það að loka sundlugunum og það var það að takmarka aðgang og heitu vatni og svona og biðja fólk að setja alls ekki heitu pottana og eitthvað svona lífsgæði sem við Íslendingar höfum umfram aðra þjóðir. Við höfum ekki sól og strendur sko, þetta er okkar lífsgæði og hérna það er alltaf því að þeir höfðu bara ekki staðis í því að virkja fleiri hólur og hérna sinna þessu megin hlutverki sín. Passa bara náttúruna. Voru með Bjarna Bjarnason, ágætan mann örugglega, sem forstjóra þarna í mörg ár. Kom frá Landsvirkjun, þessi maður. Er hann Bjarnason? Er hann ekki Bjarni Bjarnason? Mér minni það. Ja, Bjarni heitir hann. Já, hann er sem sagt ráðgjafi hjá Landvernd í dag, sem er nú svona eins og ágætu vinur mér segist anti-everything fólk, sko. Er ekki stjórnarformaður? Nei, já, það sé nú ekki stjórnarformaður, en hann er svona, þetta er svona anti-everything fólk, sko. Það er á móti hvalveiðum og það er á móti virkjunum og það er á móti bara á flestöllu sem við teljum okkur til framfara og hérna hann er þar ráðgjafi, hann kom ítrekað forstjórið þessar stórfyrirtækis fram fyrir þjóðina og sagði hvaða bull er þetta, það þarf ekki að verka meira á Íslandi, við höfum sko nóg af raforku. Þetta var allt undir þess stjórn Dags B. Eggertssonar sem að kemur síðan í ræðustól núna algjörlega eins og hvítþveginn maður og fer að vanda fyrir okkur sem eru búin að vera hérna eins og Don Quixote að berjast við vindmyllunar undanförnum árum sko. En bara velkomin borð og ég mun hjálpa þeim í þessu og ég mun alltaf vilja ganga lengra heldur en að þau vilja gera sko. En þau eru að reyna svona að setja á sig einhverja hægri slepju, það mun ekkert endast hjá sem flokki sko. En það er í gangi eins og er. Hann er náttúrulega líka í svolítið innanbúða pólitík, hann ég held að hann vilji samfélkinguna sko. Ég held að ef þetta klikkar hjá Kristrúnu þá mun hann vera sá sem er fyrstur að hoppa á stýrið sko. Já, en sko Kristrún er hægri krati og hægri kratar, þú veist, það hefur alltaf verið ágætur samhljómur milli stefnu hægri krata og sjálfstæðismanna. Er ekki að fara rauk fyrir því að hún sé besti stjórnmálamaðurinn á þingi núna? Já, henni bara ganga mjög vel. Jú, hún er örugglega í flokki betri stjórnmálamanna, það er ekki spurning en sko hún er ekki einn í flokknum og það er kannski hennar vandamál að hluta til en hérna það hefur eins og ég segi, ég meina hér var viðreistarstjórn sko hvað upp á 1960 og í landinu það var auðvitað alveg gríðarlega breytingar, það var semst ríkisstjórn Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks á sínum tíma, þetta fórustu sjálfstæðismanna og við vorum hér með Jón Baldvin og Davíð Oddsson sem svona tvíeiki ríkisstjórn og það voru þetta mikli breytingar og framfara tímar. Þannig að sko sennilega mesta breyting í íslensku samfélagi var þessum árum upp á 1990. Já. Gjörbreytt íslensk samfélag sko. Og hérna sem er samt einhverjum óskiljulegum ástæðum er það hérna álitið sem sko mesta afturför mannskepnur eins og þegar nýfrjálshyggjan fekk að hérna trána á toppi. Sko við vorum upp á besta við Jón milli 1970 og 90. Við viljum ekki fara í þá tíma aftur sko. Nei, ég meina það var bara menn nútíma vættu Ísland á þessum árum og hérna hvað sem mann kunna finnast einstök atriði og einstaka menn þá er það samt mesta breytingaskeið, framfaraskeið Íslands á þessum árum. Talandi framfaraskeið og forystu, er Guðrún Hafsteinsdóttir að fara koma ykkur yfir 30%? Já, það verður bara komið ljós. Ég meina bjartsýn á það? Ég er bjartsýn á stefnu og hérna, framtíð Sjálfstæðisflokksins í pólitík og það eru þetta heilmikla breytingar í okkar flokki núna eftir hérna öfluga forystu undanfarin ára og í raun okkar formaður sem fráfarandi formaður hefur náttúrulega alls ekki fengið að njóta sannmælis hjá svona, getum við sagt andstæðingum okkar og í samfélaginu og hjá fjölmiðlum og verið eldur og við vorum að fara hér við bankasölun áðan sko sem allt fór á hliðina út af því hvernig hann framkvæmdi hana af því að pappans hafði keypt fyrir einhver örfáa milljónir í bankanum. Þegar hann seldi pappa sinu banka?
Já, hann seldi pappa sínum banka sko. Veist, þetta var umræðan sko. Og við þetta höfum við búið sjálfstæðismenn sko, svo eru þessi hlutir með öðrum hætti í dag og þá bara í allir fjölmiðlar og það allir bara dansandi með. Þannig að sko Guðrún með þennan byggar núna og hún keyrir þetta, hún auðvitað, við verðum að gefa henni tíma til þess að fóta sig á nýjum vettvangi og það tekur tíma að taka við flokkins og sjálfstæðisflokknum og svona móta sér þá sína pólitík inn í framtíðina. Það er merkilegt sko að tala kannski Arfleif Bjarna sko, var ekki að koma einhver niðurstaða hjá Sameinuðu þjóðum, sem er stofnun sem ekki sérstök uppaldi á mér. Nei. En við værum þá svona mesta velferðarsamfélagið í dag. Á lífskjaralistanum Sameinuðu þjóðanna og hérna við erum efstir sko. Settum Norðmenn aftur fyrir okkur núna. Það var ekki þessi nýja ríkisstjórn sem gerði það sko. Það eru 3 Evrópulönd efst, þau öll samvelt að vera ekki í ESB. Já. en sko, alveg hjá okkur sko, við erum komin á toppinn, en þá töldum menn núna að hér þyrfti sko að koma sjálfstæðisflokknum út sko. Það er svolítið merkilegt að því að sem maður les svona fjölmiðla sko og svona umræðan á Íslandi, þá eins og þessi allt hér einhvern veginn á vonarvöl og allt einhvern veginn hræðileg sko, og svo erum við sko efstanum á lífskjaralistanum sko. Ég meina við seljum þetta segir manni svolítið mentaliteti sko, hvernig hugsunin er, hvernig umræðan er sko. Við seljum banka og íslensk heimili bara hrista fórum úr erminu hátt í 100 milljarða, bara íslensk heimili, bara almenningur hristi fórum úr erminu 100 milljarða til að kaupa bankan. Þessi fátæka þjóð þar sem alltaf er að vona völ. Það sem að fólk skortir fæði, klæði og húsnæði. Já, til dæmis sko. Þú sem er lykilorð í íslenskri pólitík í dag. Já, þú veist. Nei, ég meina, auðvitað finnum við alltaf eitthvað, auðvitað er aldrei neitt, ekki allt fullkomið og einhverstað geta menn fundið að hægt að gera betur sko. En staðurinn samt þannig að við náðum að snúa þessu samfélagi alveg gífurlega og bara gengið betur heldur öðrum þjóðum og þess vegna svolítið skrítið hvernig svona umræðan er svona gagvart sko þessari hugmyndafræði sem hefur rekið hér undanfærin 10-12 ár hvaða árangur menn hafa náð þrátt fyrir allt sko en það gætir ekki neins sko og svona mér finnst svona utanákomandi í dag einhvern veginn menn vilja vera að fara í einhvern svona farveg sko regluvæðingu, íþyngjandi skatta sem Evrópusambandið búið að vera gera 30-40 ár og hafa einhvern veginn sitið eftir Evrópa situr eftir í heims velferðinni sko eða bara í samkeppni við heiminn og mörg ríki er bara ekki sjálfbær lengur sko framleiðin í Evrópu hefur dreifist verulega saman og kannski svona eina góða við Trump að hann hefur vakið hans Evrópu upp sko sem gæti bjargað henni sko að mann gæti snúið við aðeins og þannig að ég held að menn séu að fara að átta sig á Evrópu þeir hafa verið bara ekki á réttri leið en einhvern veginn upplifi ég það svona sem utan að komandi núna er að við séum að fara núna þá leið sem Evrópa var að reyna að koma sér út úr sko en það getur vel verið röng tilfinning hjá mér en þannig blasir þetta bara við mér núna sko og ég er svolítið áhyggjufullir við þessu og ég vona bara að við getum haldið áfram bara efla íslenskt atvinnulíf á þess að íþyngja því of mikið og skattleggja því of mikið sko það er bara það mun alltaf komið baki á okkur eins og hefur alltaf gert sko í öllu löndum. Það virðist vera meiri áhersla í þessari ríkisstjórn hjá Viðreisn heldur en Samfylkingu að fara í einhvern leiðangurinn í Evrópusambandið. Maður merkir það bara ummælum forystumannanna. Ég menna Kristrún hefur talað mjög varlega að gera það í aðdraganda kosninga og hefur gert það eftir að ríkisstjórnin kom saman tala bara varlega þegar það kemur að þessum hugmyndum að gangi í Evrópusambandið. Hún tekur mark á orðum forvera síns í Samfylkingunni, Jóns Baldvins Hannibalssonar sem að segir að þetta er engum í huga farin í þetta brennandi hús núna. Ég menna það er bara nýlega er hann heiti Draghi, hann er fyrirverandi seðlabankastjóri
Seðlabanka Evrópu, hann skilaði hér sko gríðarlegri skýrslu síðastliðin vetur, 500 síðuna skýrslu, þar sem hann fer yfir einmitt þetta, ég vil ekki kalla þetta hrun, en stórkostleg vandræði. Já, þessa þróun sem hefur átt sér stað í Evrópu á undanförnum árum, og hann bara setur það mjög skýrt fram hversu samkeppnislega við aðrar þjóðir Evrópa hefur dregist aftur úr, til að mynda gagnvart Bandaríkjunum í allri framleiðinni og slíku, og þetta sé stór alvarlegt mál. Nýsköpun það dregur verur úr nýsköpun, íþyngjandi regluverki og slíku, þannig að já, það eru forystumenn í Evrópusambandinu að vakna við vondan draum, og þá vilja menn hérna sko fara að sigla inn í þetta, verandi með sko samkvæmt nýútgefinni lífskjaravísitölu á vegum Sameinuðu þjóðanna sko bestu stöðu í heimi sko. Menna, heyrðu, ef ekki bara aðeins að dusta ríkið hérna frá og fá einhverja alvöru sýn inn í framtíðina. Þjóð sem að á svo mikil tækifæri til að auka verðmætasköpun að það er sennilega engin þjóð sem við berum okkur saman við, sá eins mikil tækifæri í nýtingu, skynsamlegri nýtingu auðlinda okkar. Við höfum sýnt það á undanförnum áratugum, við nýtum auðlindar okkar af mikilli skynsemi og náum út verðmætasköpun þar sem aðra þjóðir hafa ekki, og við höfum ennþá meiri möguleika til að fara áfram í þessa vegferð, og leið og við bara förum að koma á einhverju skipulagi til 10-20 ára í því, láta þessa ferðamenn byggja upp með okkur samgöngukerfið, eins og ég nú búin að tala síðan ég var í samgönguráðunum 2017, og nú loksins að koma einhver en nú allir sammála 8 ár sko, sem við erum búin að tapa. Það komið verkstjórn. Já, akkurat, þannig að förum í þá vegferð, þú veist, byggjum meiri verðmæti, þá getum við farið að lækka hérna skatta, þá getum við farið að sko gera miklu betur við borgarana í landinu, temprum þetta innstreymi útlendinga, fókusurum frekar á það að fá til landsins fólk sem að við þurfum, sérfræðinga og annað sem við erum ekki að framleiða, og opna dyrnar fyrir þessu fólki sem getur hjálpað okkur á þessari vegferð. Við erum aðilar hér að 100 milljóna manna markaði þegar kemur að atvinnuafli. Ég meina, hér hafa Pólverjar sýnt svo munar hvað það skiptir máli. Flesta þessu fólk er bara gott, vel meinandi og harðduglegt, hefur skapað okkur að byggja upp þetta samfélag, stýrum þessu með þessum hætti, og við erum bara í algjöru draumastöðu sko. Ég nefnilega sko hérna, mér var svolítið sko einkennilegt í þessu, því að fyrir 4-5 árum, sérstaklega fyrir COVID, þá var ég oftast sammála svona síðasta ræðumanni í sambandi við ESB, hvort það vættum að ganga þar inn. Það er því að ég tel að hérna eins og gjaldeyriskostnaður sé mikill, og það er hérna ákveðin vandræði með það gagnvart krónunni. En núna undanfarin ár, sérstaklega eftir að Draghi-skýrslan kemur út, og reyndar fleiri skýrslur sem hafa fjallað þetta, hvað hérna er vonstaði í Evrópu, þá fannst mér sko út af því að Viðreisn setti ekki ESB á áttinn. Hérna samfélkingin gera það bara alls ekki, var eiginlega bara ekki að tala um það. Þau vildi ekki láta kjósa um þetta. Nei, og þá hérna fannst mér þau vera komin í ákveði skjól gagnvart þessari umræðu, þar sem þau hefðu geta sagt, heyrðu, nú er Sjálfstæðisflokkur búin að keyra þetta samfélag svo mikið í þrótt hérna, að hérna það er nú meira þróttið maður. Já, en þú veist, þau myndu segja það, Sjálfstæðisflokkurinn er búin að láta hérna samgöngunnar liggja til hliðar, og við erum með veiðigjöldin og fleira, og þau hefðu geta sagt bara, við ætlum bara að einbeita okkur næstu 4 ára en að einhverju öðru heldur en ESB. Svo, eftir þau eru ekkert búin að tala með ESB, og það fyrsta sem þau bara við ætlum ekki að hækka skatta á neins staðar samlega því bara, heyrðu, við ætlum ESB árið 2027 þegar að allar skýrslur segja hérna bara forðist þetta eins og eldinn sko. Það sem á eiginlega skamma ríkisstjórn sem hefur verið í síðustu 12 ára eða hvað það var, sem kannski pirraði mig mest sko þegar ég var þarna, var að, og kannski var það vegna þess að bara þannig var krafan í samfélaginu, það var allur hagvöxtur notar í hækkarlaun, staðan fyrir að segja, heyrðu, við verðum að fara inn við hérna upp á fjárfestingar til framtíðar. Þar bara höfum við ekki staðið okkur nógu vel, við höfum gefið og mikið eftir í þessu að láta allt fara í kerfin og hærri laun, allt saman í kerfið.
kerfið sogar alveg endalaust til sín. Þá verða þessi innviðir eftir. Og einmitt það sem Jón var nú að reyna að berjast fyrir hérna 2017 sem samgönguráðherra, að segja, nú bara verðum við að hafa gjaldtöku í þessu og útlendingar munu borga x mikið af því. 40%. Hann lenti í miklu andstöðu innan eigin flokks. Bara í umræðunni. Já, já. Það sé hérna bara menn litu á þetta sem bara hrikalega viðbóta skattlagningu og menn voru bara mjög á móti þessu. Margir sjálfstæðmenn mjög á móti þessu. Jóhannes Þór náttúrulega besti lobbyist á landinu sko. Já, og þetta var svona það finnst mér einhvern veginn sjálfstæðismenn hafa ekki staðið sér nógu vel í þessu síðustu 10 Við getum ekkert gert þetta öðruvísi en aðra þjóðir sko. Við erum ekki að finna upp hjólið í svona aðferðafræði sko. En þetta er alveg hárrétt sko, því sem þú segir með, þú veist að koma inn á áðan með, þú veist, hvernig allt í einu pólitíkin er bara farin að snúast það og það verður að reyna að gera þetta út frá sko öllum hliðum, nú verður við bara að gangi í Evrópusambandið og mér finnst auðvitað sko einn billegasta hliðin á því það nú verður við bara að fara í Evrópusambandið til að tryggja varnir Íslands. Sko Evrópusambandið ver sig ekki einu sinni sjálft sko. Þeir eru ekki einu sinni í stakk búnir til þess í dag. Það er enginn sem kemur í einhverjum ef það kæmi til alvöru hernaður sem við skulum nú bara vona og ég hef enga trú á að verði endilega en við skulum bara Guð gefi það að það verði ekki eitthvað slík vitleysa í gangi. En þá er enginn sem kemur okkur til varna nema Bandaríkjamenn og við erum með varnarsamningum Bandaríkjamenn. En hvað mér hefur fundist til að mynda fulltrúar þessari ríkisstjórnar Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra þar með talin og kannski ekki síst tala Bandaríkjamenn allt of mikið niður. Við þessar aðstæður ef ég hefði verið í hennar stóli þá hefði ég lagt mjög þunga áherslu á það að treysta samband okkar við Bandaríkin. Helst hefði ég vilja fá þá hérna til þess að vera með aukna viðveru og aukin viðbúna í Keflavík og ég hefði náttúrulega lagt ofur áherslu á það að fara strax út til Bandaríkjana til þess að reyna að forða því að við værum að lendi í einhverju óviss út af einhverju mögulegum tollamálum. Við höfum alla möguleika á því. Fyrsta lagi nú viðskiptajöfnuður okkar skiptir náttúrulega engu máli í stóru myndinni hjá Bandaríkjamönnum, ekki nokkru máli, en það vill svo til að hann er Bandaríkjamönnum hagstæður, það litla sem hann er. Þannig akkur að vera með einhverja tolla eða einhverja umræðum það gagvart okkur hér, þessari nánu vinaþjóð sem að þeir eru með varnarsamning við. Við þurfum að treysta þetta samband en ekki að tala það niður eins og mér finnst utanríkisráðherra og fleiri hafa verið að gera núna það sem aðverð þessu kjörtímabili. Það er eitt sem ég hef tekið eftir, einmitt út af því að þú ert að segja þetta, sko, að Kristrún Frosta hefur verið miklu varfarnari í því hvernig hún talar samband Bandaríkjanna heldur en Þorgerður. Já, og líka var þetta aðild að Evrópusambandinu. Hún er bara miklu klókari pólitíkus að þessu leiti og spilar bara miklu raunsærri pólitík. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Ég er endar held sko að Viðreisn vil ekki fara í ESB, það er ástæðan fyrir að setja dottin. Því að þegar það kemur einhver umræðu ESB, ef það á að keyra í gegn árið 2027 með þau vandræði sem eru sko ekki einu sinni, sko, Evrópa er kannski búin að vakna, en vandræðinni eftir að vera umtalsvert meiri áður en að verða betri. Að ég held nefnilega að Viðreisn sé að horfa á þetta þannig að þau geti mótað sig sem ákveðið stjórnmálaafl á þessu kjörtímabili, þó þrátt fyrir það að þessi atkvæðakosninga eftir að vera felld, sko, sem hún 100%, það er engin Íslendingur sem að tala í dag fyrir því að fara inn í ESB að undanskilda einhverjum nokkurum einstaklingum. Já, sko, ég meina strategist var þetta sniðugt, sko, þau eru aldrei að fara að fá þetta í gegn. Nei, sko, málið er að þetta er auðvitað mjög villandi umræða. Ef að menn alltaf farið í þessa vegferð þá er það auðvitað eins og bara reynslan segir okkur frá árunum 9-13, þá er þetta bara aðlögun að Evrópusambandinu og við vitum alveg hvernig svo aðlögun fór 9-13. Þar voru þessi viðkvæmu málaflokkar aldrei settir á dagskrá í samningaviðræðunum af því að menn vissu það að þetta var ekki hægt og þarna fjallar þetta fyrst og fremst náttúruauðlindir okkar. Ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið
þá munum við þurfa að gefa íslenska sjávarútveg eftir. Og ég svo sem ætla ekki að taka undir með þeim röddum sem að halda því fram núna að þessi svona aggressífa stefna gagnvart veiðigjöldum og svona ósætti við þessa grein og sjávarútvegsbyggðirnar sé svona hluti af því að segja, heyrðu, við förum bara með inn í ESB bara með þetta og þá þetta bara hluti af okkar náttúruauðlundum og þær eru bara nýttar með þeim hætti sameiginlega sem ESB kveður á Við munum aldrei geta fengið frá þessu og að því leyti ætla ég þá að taka undir með þér að þegar leið og fólk átta sig á því að við erum ekki að fara inn í Evrópusambandið öðru sem heldur en að fiskveiði auðlindin okkar fari bara inn í samningin og verði nýtt með þeim hætti sem að þeirra reglur nýtingu sjávarauðlinda gera ráð fyrir. Við munum aldrei fá undan þá fyrir því. Þar mun þetta brotna. Þetta eitthvað sem almenningur mun ekki sætta sig við inn á löngu framtíð. Að fara inn í... Þú ert að fara inn í gjör ólíkt kerfi, sko. Já, sem að í dag eru bara rekin á kostnað skattgreiðanda. Sem sæti við borðið. Já, það er alltaf að tala um þetta sæti við borðið, sko. Það er einn í ykkur 600 manna þingi, sko. Nei, ég menna menn getur auðvitað alveg haft á skoðun að það geti verið hagsmun til bóta fyrir hagsmuni almennings að vera inni, gott og vel, en ég bara átta mig ekki alveg á rökunum fyrir því eins og staðan í dag, sko. Og menn benda gjarnan á lægri vexti sem ekki einu sinni trygging fyrir, sko. Á öðru, ég sendi spurningar, eða ég baði spurningar, ég hef aldrei fengið margar spurningar eins og fyrir þennan þátt og ég aldrei að fara að koma að þeim öllum, en sko það er eitt sem ég langar að setja í samhengi við, núna náttúrulega erum við sem betur fer með styrka stjórn í borginni, með fólki sem hefur einhverja vikt í öllum umræðum og það er einn sem að spyr hvað finnst þeim mögulega hóp málsókn Grafarvogsbúa, þetta er náttúrulega lítill grenjandi minnihluti, sko, gagnvart borginni og eru til fordæmi fyrir því að raunhæft sé að Grafarvogur geti klofið sig frá Reykjavíkurborg. Þetta er náttúrulega eitthvað fólk sem að hata borgarlínu og náttúrulega bara einhverjar örfáar hræður með mikið læti, þannig Grafarvogi. Hvað finnst ykkur þetta mál? Spurning hvernig að dómara myndi dæmi þessu máli. Ég ekki sagt okkur það, örfáu grenjandi minnihluti, sko. Þegar ég tók þátt í kosningabarninu síðast, að þá voru þetta bara alveg gífurlega margir í Grafarvogi. Þetta var ekki örfáir, sko. Og sem voru bara mjög ósáttir við þetta. Og ég meina gott og vel, ég meina menn telja þetta ekki skynsamlegt, einhverjir telja þetta ekki lögum samkvæmt, þessi þétting, og þá bara láta menn reyna á það. Nú veit ég ekkert hvað hægt að hvernig lögin og reglurnar eru í því, sko. Og ég meina ég skil það alveg að menn bara séu mjög ósáttir, og ef menn eru ósáttir þá var það nú fegurðin við réttaríkið að menn geta látið á það reyna hvort þetta séu lögum samkvæmt og hvort er einhvern rétt í þessu. Ég ætla að spá því sem það er að kljúa sér frá eða stoppa þess að framkvæmdi, sko. Ég ætla nú bara að spá því að það kom ekki til með að reyna á þetta. Vegna þess að ég held að þessi þétta samstæða upp í Grafarvogi, Þéttingarsamstæðan. Þetta er mjög þétt samstæða, sko. Já. Þessi þétta samstæða gegn þéttingunni, að ég held að þau muni bara hafa sigur á hólmið, það muni bara á endanum vera þannig að þessi ég veit nú ekki hvað ég orðaða, sko, með þetta blessaða fólk sem myndar þennan meirihluti í Reykjavík í dag. Manni þetta nú bara helst í hug Orgeirs Hortið þegar hann sagði Guð blessi Ísland, sko, Guð blessi Reykjavíkurborg, en sko ég held að þau muni bogna í þessu máli þegar upp eru staðið og ég held reyndar líka í þessu svokallaða borgarlínu máli að eftir næstu sveitarstjórnarkosningar þá verði svolítið tekið til í þessu málum og farið að svona nálgast vandræðin í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu
með skynsamari og ábyrgari hætti heldur en verið að gera að mínu mati með þessar útfærslu sem verið að vinna það í dag. Hún að mínum þetta alveg crazy, kostar allt of mikið og engin þörf á því að fara svona langt og ég hef nú gagnrýnt þessa brúarsmíði þarna yfir Fossvog og átti nú diggan stuðningsmenn í þenni gagnrýni minni samgönguráðherrann sem í dag þarna inni og sem hann haga fyrstu skóflustunguna. Já, sem að haga sér svo alveg eins og veðurviti sko þegar hann komin hann inn í embætti og búin að vera í ræðust og alþingi svo formalega þessu öll út og suður eins og Flokkur fólksins búin að gera í svo mörgum málum sko og svo kemur hann í ráðuneytið og fer að taka skóflustunga þessari gríðarlega merkilegu og mikilvægu framkvæmd eins og hann orðaði það sjálfur. Maður áður þetta ekki til orð yfir fólki í pólitík sko, stundum, hvernig það getur haga sér. En ég held að þarna muni sveitafélögin, ég meina við höfum haft í okkar kjördæmi forystumenn í sveitafélagunum sem hafa viljað fara í þetta með skynsamari nálgun. Þær raddir hafa verið sterkar þar en orðið svolítið undir og ég held að við munum eftir næstu sveitarstjórnarkosningar ná einhverju meiri skynsemi í þessa nálgun. Það er hægt að fara við miklu hraðari og skynsamari uppbyggingu með miklu meiri árangri á mjög skömmum tíma og minni tilkostnaði. Miklu minni tilkostnaði og svo geta menn hort á stóru myndina til framtíðar sem að ég held að liggi allt öðru lausnum heldur en á borðinu þarna til að mynda miklu meiri jarðgangagerð og slíkt inn á höfuðborgarsvæðinu. Þá er það einu spurning sem að liggur beinast við hvað það Sjálfstæðisflokkurinn að gera til þess að ná meiri hluta í borginni. Já, hvað þarf hann að gera? Það þarf einhverja forystu þar sem hefur trúverðuleika. Pólitík snýst allt trúverðuleika. Hafi einhverjar hugmyndir, viti hvert það ætlar og geti náð eyrum fólks í því. Verða aldrei allir sammála öllum, sko. Mannskepnur nú eins og hún en ég meina ef þú hefur trúverðuleika og ert með öfluga frambjóðendur þá geta það náð góðum árangri sko. Það á við alla, ekki bara Sjálfstæðisflokkin, það á við alla sko. Ég held að flokkurinn í Reykjavík þurfi fyrst og fremst að sko hrista af sér þetta vandamál sem hefur verið við að glíma á undanförnum ansi mörgum árum að það hefur verið óeining í okkar röðum. Það verður bara að segjast tala það eins og það er. Það auðvitað eitur þegar við erum að berjast innbyrðis svo mikið þegar við höfum þessa góðu stefnu út frá þessu þurfa menn að nálgast þessa kosningar og skipa listan sterku öflugu samstíga fólki og þá eigum við sögulegt tækifæri til þess að ná aftur stjórn borgarinnar. Við höfum auðvitað á undanförnum árum, undanförnum kosningum verið að höggva í raðir. Ég meina borgarstjórna meirihluti samfylkingarinnar hann misti stöðugt úr þannig að það þurfti að fara að fá einhver varatekk inn og þannig gerðist það með Viðreisn í kosningunum 2018 að þá kom Viðreisnin og bjargaði samfylkingunni að geta haldið áfram. Síðan náði Framsókn árangri 22 og þá kom Einar bara þar og sagði að það er enginn sem vil vinna með sjálfstæðismenn. Þetta er auðvitað ekki boðlegt sko. Að bara því að það má ekki vinna með sjálfstæðismönnum að því að þeir eru svo toxic þó þeir séu sko langstæsti flokkurinn í borginni að þá sameinast öll hinn flokksbrotin og flokkarnir og flokksbrotin það að vera sko með einhvern 5 flokka meirihluta. Það er svolítið snýst að halda Sjálfstæðisflokk frá völdum sko. Það er markmið ofar öllu öðru sko. Og auðvitað mun þessi tími líða og það kemur einhver skynsemi í þetta og það taka sér saman einhverju 2 öflugi flokkar sem að stýra bara þessu apparati inn í betri tíma. Það verður bara gríðalegur handleggur að takast á við að snúa þessum rekstri og þessu rugli sem hefur verið í borginni við
á næsta kjörtímabili og þar kannski lengri tíma þeir koma aldrei þeir tímar aftur eins og þau voru ungir menn að þá gáttu menn bara að labba inn á borðskrifstofur og fengi lóð. Nei, heyrðu, það er reyndar eitt. Hvað, sko, hérna, ég er nefnilega að fjalla mikið svolítið einkennilegt mál að mér finnst sem að er ekkert rætt á neinu vettvangi og það er það að lífeyrissjóðin og stéttarfélögin séu að byggja niðurgreitt húsnæði fyrir ákveðna aðila sem að er réttlætt undir þeim formerkjum að það sé verið að lækka verðbólguna þrátt fyrir það að öðrum sem hafa aðfeng mannafla og getu til þess að byggja sé haldið utan við þann stofnkostnað sem að býðst þeim til boða. Og þannig eru lífeyrissjóðinir sem eru sko, til þess að skapa þannig verðmæti að þið eigið í ykkur á þegar þið hættið að vinna að taka þátt í óhagnaðardrifnu fyrirkomulagi þar sem að sko, allur umfram peningur að sögn þeirra sem hafa verið að standa í þessu, Bjarg og Blæ, verður nýttur í það að búa til nýtt húsnæði. Þannig að ágóðin af því að ég sé að borga í lífeyrissjóð verður einvörðungu nýttur í það að niðurgreiða húsnæði, ekki fyrir mig, heldur fyrir aðra og ef að ég kem til með að sjá einhvern hag af því að þá verður sá peningur líka notaður til þess að búa til niðurgreitt húsnæði fyrir aðra. Hvernig getur þetta verið? Þetta er orðin milljarðafélög, þessi ógnæðuröfnum félög. Þetta er orðin milljarðaeignir og auðvitað verður þetta og er ekkert sem er hægt að reka óhagnaðardrifið. Þetta er auðvitað bara eitthvað orðagjálfur. Þetta endar allt út í skurði eins og er alltaf gert. Já, sko, sjáðu bara þetta félagsbústaðakerfi Reykjavíkurborgar sem á að vera svona óhagnaðardrifið, sko. Kostar svoleiðis formúna hefur haldið uppi sko ársreikningi borgarinnar í nokkur ár þar sem þeir eru alltaf að endurmeta verðmætið þessar eigna hefur ekkert með það tekið sem þeir hafa inn á þetta. Þú veist, þetta eru þetta allt saman bara eitthvað svona skúespil sko. Þetta var ekkert vandamál. Sko, það er ekki lengra síðan heldur en 10 ár sem að ég byggði mér þriðja húsi sem ég byggja á ævinni í Kópavogi. Upp í hérna Rjúpnahæð Björnstökur þá gat ég farið þangað upp yfir og valið úr lóðum fyrir einbýlishús eða parhús eða hvað sem var. Ég gat bara farið og ég gat bara fullt af lóðum í boði. Þetta er ekki lengra síðan. Þá kostaði lóðin með öllum gjöldum 16 milljónir. Þetta eru þetta galið hvernig sko sveitafélögin hafa farið inn í þessi mál. Öll þessi viðbóta gjaldtaka verða að reyna að loka gatinu hér í Reykjavík. Svo koma hins sveitafélögin og fara í þetta sama. Þetta tókst alltaf áður að byggja upp innviði, götur. Ég meina þegar að þetta hverfi byggðist upp þarna upp frá, þá var Gunnar Birgisson og Kópavogur búin að sko byggja skóla, búin að byggja leikskóla, búið að malbygga göturnar og gera allt klárt. Og hérna þetta gekk allt sko og bara reksturinn gekk vel. Jafnvel mokuðu götunar? Já, og þau standa sér mjög vel. Nú verður þetta meirihluti í Kópavogi í því. Það er búið að vera svona dálítið að taka til í reksturinnum og svona þessi þróun með lóðaúthlutanir og lóðaverð er algjörlega heima tilbúin vandi. Þar sem að við sjálfstæðismenn nú eigum að bera að mér skils mesta ábyrgðin á þessu sko. Ríkið hefur náttúrulega ekkert með en að lóða úthlutunar að gera. Þetta er fyrst og fremst hérna á þessu svæði er þetta Reykjavík sem að stóðu sig ekki í stikkinu. Var með þessa þéttingarstefnu og nú kemur ykkur meirihluti og segir já við ætlum sko að fara að byggja hérna 1000 íbúð upp í Úlfarsárdal og hvar hafið þið verið sko? Og við ætlum að fara hérna upp á Kjalarnes og landsvæði er ekki vandamál hjá okkur sko. Það er enda vandamál hjá okkur í Kópavogi í dag. Við bara erum búin að úthluta landi. Þá erum við búin að segja við Reykjavík, við viljum fá að stækka hérna þess vaxtamörkin í svæðisskipulaginu. Þá segir bara Reykjavík, nei, þið fáið ekki að gera það. Samt sem að vera Úlfarsárdalur utan vaxtamarkana og það er ekki eins og það sem hann er innan þeirra sko. Veist, þau geta alveg skipulagt meira. Hlutaði var fyrir utan og hérna Dóra Björn, hann hérna Sigurður Stefánsson sagði mér þetta núna senast, hann er í þróunarverkefni hérna Aflvaka og hann sagði við mig, hann var í hérna í samtali á Sprengisandi með Dóra Björn og þá var Dóra Björn alveg bara hissa því að hann var að benda á þetta að vera utan vaxtamarkana
En ég einhvern veginn sko út af því að sko núna til dæmis Þetta heimatilbúið vandi. þessi fyrirbæri sem ég var að ræða áðan, hérna Bjarg og Blæ, Já. þau fá 46% ódýrari stofnkostnað heldur en einkaaðilar og svo kemur Halla Gunnarsdóttir í viðtöl og segir að ástæðan fyrir því að það húsnæðisskortur út af því að það einhverjir menn sem eru í hérna einkarekstri að reyna að byggja húsnæði, að þeir eru svo gráðir og vilja ekki selja. Þetta er bara sama... Þetta er ruggla. Já, þetta er bara andúðin gegn einkarekstri blasi alltaf við, sko. Veist, Þetta er svo hérna, þetta er svo ótrúlegt samt og menn fóru ágæta leiðir hér á sínum tíma og byggðu upp svona félagslegar íbúðir, bjuggu til einhvers konar kaupleigu fyrirkomulag þar sem að hérna og eignaðist hluta eftir hvað greittir inn í þetta. Já, eftir hvað greittir inn í þetta og endanum varstu búin að borga þetta upp og fékkst bara íbúðina, þá var ekkert verið að meta þetta eitthvað upp í einhverju miklu verðmætum í reikningi borgarinnar, þannig að þeir geta ekki trefs í þessu og allt til markaðsvirði, sko. En ég man alltaf eftir því að ég var nú náttúrulega mörg ár í eigin rekstri og ég man eftir starfsmanni hjá okkur sem var starfsmaður hjá mér og konunum minni í þessu fyrirtæki mörg ár og viðkomandi var svona í þessari íbúð sem að var í gegnum þetta kerfi og ég man eftir sko gleðinni þegar að þetta kláraðist og viðkomandi eignaðist íbúðina. Menna við hljótum ekki að búi til eitthvað svona kerfi til að hjálpa fólk inn á markaðin. Já, sko, stjórnmálamenn hafa bara ekki staðið sér og vel í þessu vegna þess að, veist, það er auðvitað bara þannig að það þarf að vera húsnæði fyrir alla. Meina, og fólk vill almennt eiga fólk vill eiga sína íbúðir. Ég segi bara Inga Sæland, fæðaklæða húsnæði, þetta er alveg rétt í sjálfu sér. en ef sko það er ekki tryggt nægt frambóð þá auðvitað endur við í vitleysu og þá verður kostnaður meiri og meiri og meiri. Þetta er allt heimatilbúið vandamál, eins og Jón var að segja, þetta er allt heimatilbúið vandamál. Ok, svo getur við svona sagt, ok, vöxtur heldur hraðar heldur að reikna með, ok, þá verður bara að fara hraðar á hjólið, sko. Þú sér það gera, sko. En ég menna, menn hafa bara ekki staðið sem skildi, þetta er sko beinfalt, en þetta er sjálfstæðisflokknum að kenna það ekki. Já, mér skilst það, sko. Þó að hann hafi ekki haft með þessi mál að gera, sko. Já, þetta hefur, sko, í sveitafélögum, þar sem að sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera í meiri hluta á undanförnum árum, er hlutfallslega miklu brattar gengi fram í þessum málum og ég er bara nefni Kópavog, það er bara staðan þar er einfallega svo að við eigum eiginlega ekkert land eftir, ekki innan vaxtamarkana. Hafnarfjörður hefur staðið sig mjög vel, þar sem að sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera í forystunum nokkuð tíma, Rósa bæjarstjóri og þar er verið að byggja gríðarlega mikið. Og þetta tekur á sveitafélagin sem litlu sveitafélagina kring, tekur miklu meira á þau ég fær svona hrað uppbyggingu því það er svo mikið kostnaði þetta. Þannig að maður hafi meiri skilning á því að svona fjárhagsstaða væri erfiðari þar heldur en Reykjavík, en svo er það öfugt, sko. Það er að skrýtna við þetta, er það ekki? Jú, þetta er heimatilbúin vandi og ég meina við horfum bara á það hvernig sko þetta er að byggjast upp í Þorlákshöfn og Selfoss og Akranes. Þetta er hlutin er að vera að gerast en stóra vandamálið er höfuðborgin okkar. Hún hefur verið í þeim gír sem hún hefur verið undanfarin ár sem er að reynast okkur opbóðslega, áratugir sem er alveg opbóðslega dýrt. Alveg opbóðslega dýrt, hefur alveg gríðarlega neikvæðar afleiðingar inn í þetta á miklu starra svæði heldur en bara hérna innan borgarinnar. En umræðan er svolítið það að þessi minnihluti sé ekki nóg samstað, ekki nóg góð samstað. Hann er ekki staðið sér nóg vel. Er svo í fjölmiðlum átt að... Það var eina spurning sem að reynda 2 aðalar senda á mig. Hvað finnst ykkur eða finnst ykkur fátækt vera vandamál á Íslandi? Og ef svo er, hvað er þetta að gera í því? Sko, þessi fátæktar umræða verður alltaf. Sko, fátækt er ekki endilega sko því að efnahagslegum ástæðum. Heldur er auðvitað fátækt vegna þess að það er eitthvað að. Það getur verið andlegt, það getur verið ýmislegt, það getur verið óregla sem þá líka
andlegt. Sund fólk bara funkar ekki í samfélaginu. Það getur ekki búið innan manna fólk og það er alls konar vandamál. Þetta bara blasir við. Þú getur haldið alltaf ræðu sko þetta. En þegar þú er ég bara að tala um fólk sem ekki þá eitthvað að, það er vinna fyrir alla sem vilja vinna. Það er ekki allstað sko, í heiminum. Þá getum við eiginlega ekki talað um fátækt. Þá er spurningin, almannatryggingakerfi fyrir þá til að grípa hina? Er það í ólestri hér, til dæmis miðað við öðrum löndum? Það held ég ekki. Það er kannski með því allra besta. Ég held að við tökum betur utan fólk sem getur ekki bjargað sér sjálft, sem fellur milli skips og bryggju. Ég held að það sé betra heldur við að sko annars staðar. En sjálfsagt getum við alltaf sagt við getum gert betur. En það gerist ekki nema að auka verðmætasköpun í landinu. Þetta eru bara almenn sannindi og það þarf ekkert, fátækt í heiminu hefur bara minnkað. Það er vegna sem við búum bara við þannig kerfi að Sósíalisma. Nei, þetta er nefnilega nákvæmlega ekki sósíalisma. Þetta er bara, auðvitað fer þetta allt, öll svona mæling fer auðvitað eftir þeir viðmiðum sem þú setur til grundvallar. Og samfélag sem að skorar hæst í samanburði þjóða á öllum lífsgæða listum og með eins trausta grunn eins og Íslands samfélag það í samanburði við margar aðra þjóðir telst ekki vera nein fátækt en ef að við berum og það má líka taka fram að jöfnuður í okkar samfélagi mælist mestur meðal þessara landa. Það er minnsta bilið á milli þeirra sem eru svona vel stæðari og þá sem að minna mega sín. Það er vegna að almannatryggingakerfið þá það er einmitt almannatryggingakerfi og auðvitað er alveg örugglega brotalamir þar sem við getum gert betur í þessum efnum. Ég held nú að til dæmis við sjáum nú bara umræðu núna fjölskylduhjálp Íslands sem að hefur verið rekinn og mærastyrktnefnd og þetta sem að hefur oft verið að rétta hjálparhund gagnvart þessu fólki sem minna má sín. Það er ótrúlegu fjöldi af innflytjendum sem að sækir í þjónustu þessara aðila. Mjög hátlut að það verður aukist álagið á þeim með þessum aukna hópi innflytjenda. Hvort að það er að hluta til heimatilbúið vandamál sem skekki svolítið myndina hjá okkur í heildarsamanburðinum, það er þetta bara rannsóknarefni að skoða það en við erum með gott traustkerfi, við erum með góða heilbrigðisþjónustu, við eigum að hafa alla möguleika á að gera þá betur við þá sem að minna mega sín og við erum til að mynda núna, ég meina öryrkjar hafa verið, var nú mikil aukning í örorku á Íslandi árabil, það hefur aðeins dregið úr því aftur núna. Þarna vorum við að setja inn á síðasta kjörtímabili mjög marga milljarða til viðbótar með nýju kerfi, þar sem við erum meira að búa til kerfi sem að ítir svona undir það að fólk geti hjálpað sér sjálft. Því verði ekki refsað fyrir að hjálpa sér sjálft. Ég tel að það eigi líka að gera það gagnvart eldri borgurum og slíkum að við höfum að reyna að hafa kerfið þannig að það verði ekki neikvæður hvati af því að reyna að auka tekjur sínar eitthvað aðeins, að búa sér til einhverja viðbóta tekjur til að auka á lífsgæði sín. En svo horfum við bara upp á það svona í hinni nánustu framtíð að sem að við erum náttúrulega öfundið af meðan allra þjóða og menn geta menn deilt lífeyrissjóðakerfið okkar hvort að það sé hversu skynsamlegt það og allt þetta en það verður ekki af því tekið að kynslóðurnar sem eru að koma inn núna og munu koma inn á næstu 10 og 20 árum eru í þannig stöðu að tryggingakerfið álagið á þessar almannatryggingakerfi munu léttast verulega vegna þess að við erum bara að koma inn þessir árgangar sem eru að koma inn eru bara að koma inn með það almennt séð, það öflug lífeyrisréttindi
að fólk mun geta bara átt sómasamlegt ævi kvöld. Þú getur alveg haldið þessa ræðu alveg, þetta margtökki ræða. Já, en ég meina, það mun ekki hafa nefnilega nein áhrif. Þetta er að byrja að tikka inn núna, alveg gríðarlega. Þetta skiptir engu máli, Jón. Fátæktar umræða mun alltaf bara, hún er bara pólitísk eðlis, hún er nauðsynleg pólitísk eðlis. Það breytir engu hvað hagur manna batnar. Inga Sæland mun alltaf fá sín atkvæði. Hún mun alltaf fá sín atkvæði, þess að hún ætlar að gera eitthvað meira fyrir einhvern ákveðin hóp, sem er auðvitað venjulegu populismi sem gerist bestur. En allt í lagi með það, pólitík er bara svolítið þannig. En þú getur haldið þess að ræðu 100 sinnum. Þetta mun engu breytt. En mun fólk ekki átt að sjá því núna þegar Inga stendur ekki við stóru orðin. Við sjáum til. Að endanum sko hafa svona flokkar dottið út af þingi. Einhvern tíðan komið Píratarinn, einhvern tíðan var í gangi frjálslyndi flokkurinn sem undir stjórnata Kitta Gau sem að klausu út úr sjálfstæðisflokkum og það var aðalmálið var að berjast í fiskveiðistjórnarkerfinu. Og Grétar Mar, hann satt með mér á þingi fyrsta árum í þar 2007-2009 og Sigurjón Þórðarsson, hann var á þingi 2003-2007 fyrir þennan flokk og þar, svo eru þessi menn afturkomni núna inn í flokk fólksins, inn á þing, þessi sömu menn og þeir tala alveg eins og þeir töluðu fyrir 20 árum síðan. Það er engin breyting. Já, nei, ég held að við séum nú ekkert að fara að leysa nákvæmlega þetta mál í dag, sko. En það er eitt sem við getum rætt, sem eru jákvæð þróun varðar menntamál. Og nú sá ég náttúrulega að þið skrifuðu báður á Facebook þegar Silja Bára varð rektor Háskóla Íslands og þar með var svona ákveðin mannréttindafræði tryggð allavega til skemmri tíma og nú veit ég að þið hafi haft báður áhyggjur af því bakslægi sem við erum að sjá í mannréttindamálum. Út af því að það er allstað bakslæg. Það er náttúrulega gríðalegt bakslæg sem við erum að sjá í ýmsum mannréttindum og það hvernig hatursorðræða hefur náð að vaksa fiskur hrygg í íslensku samfélagi og nú veit ég náttúrulega, þú náttúrulega vældir þið hingað inn Brynjar, út af því að við ætlum mögulega að tala dómsmál og þó sem við sem ekki mun að gera það, þú sagðir að í þessu hlaðvarpi verður ekkert okkur án okkar. Þú mátt ekki ljúga hlustendum að ég hef vælt mig hérna inn. Nei, það kom fram á það. Ég reyndi að komast hjá það eins og ég gat en þú lest mig lofa einhverju. Snér upp á hendina þér. Já. Og þú stendur við lofur. Já, það er mikið að gera það. Já. En ég get auðvitað ekki tjá mig eins og ég gjarnan vildi, sko. Nei. Þannig að þú ætti eiginlega að grípa þennan bolta, Jón. Finnst þér nægilega vel hlúðað mannréttindum þrátt fyrir það? Heldur það sé meira sem það þurfa að gera heldur en að Silja Bára sé orðin rektor til þess að takast á við það bakslag sem við erum að sjá í mannréttindum á Íslandi? Sko, ég get svo sem gefið aðeins upp boltan hérna. Ég held að Brynjar hann er náttúrulega hefur mjög sterkar skoðanir á þessum sviði, sko. Ég hef ekki neinar áhyggjur af mannréttindum á Íslandi, sko. Bara alls ekki. Og ég held að Þú er ekki tekið eftir þessu bakslagi? Nei, ég hef ekki tekið eftir því en sko aftur á móti tek ég alveg eftir því að þessi svo kallaði wokeismi eins og er nú erfitt að skilgreina hann og vinna með hann þá finn ég það að það er á undanhaldi og þú vitnaði nú í það hvernig svona ungt fólk áðan hérna, þá vitnaði í það hvernig ungt fólk hefur verið að færast meira hægra megin í pólitík og þar með kannski að svona meiri raunhafari bara nálgun á samfélagið og pólitíkina, hvað er raunhaft að gera, hver er henni umverulega staða. Við erum auðvitað með nokkur ár núna þar sem að allt og langt var gengið í mörgum málum og einstaklingar margir hverjir sitja mjög sárir eftir. Dómstóll götunar hefur verið ansi harður í hornataka gagnvart mörgum í þessu og sem betur fyrir erum við svona á réttri leið með það að það er svolítið að vinda ofan að því rugli sem hefur verið í gangi. Þannig að ég held nú að svona almennt séð að þá sé mannréttindi ekki fótum tróðin á Íslandi nema síður sé, sko. Og aftur á móti er umræðan alveg kolskökk stundum. Hún er alvarlega skökk í fjölmiðlum og annar staðar og við erum að fara í gegnum það svolítið í þessum þætti hvernig nálgunin er mismunandi bara eftir hvaða svona pólitíski flokkar eigi hlut og það er auðvitað mjög alvarlegt að fjölmiðlum skuli vera svo sem raunber vitni þegar það kemur að þeim málum. Já, sko, ég kannski aðeins sko, þetta bakslag
sem menn tala sko. Sko þessi mannréttindi náttúrulega orðið sko, þetta hagsmunahópar eru þetta bara hafa haga þessar umræðu. Þeir fá fjármagn frá skakkgreiðendum til þess að halda uppi mennsku og mannúð. Já, sem í eðli sínu, þetta eru meira og minna pólitískir hópar sem eru svona að berjast til vinstri og nota þessi hugtök og þeir þurfa að vera í mótlætinu til þess að réttlæta allan peningin að þeir þurfa að berjast gegn þessu. En vandamálin sko með mannréttindin eru auðvitað það að hinn sko sem ég kalla hinn raunverulegu mannréttindi, það er að segja tjáningarfrelsi, atvinnufrelsi, eignarrétturinn sem eru réttindi okkar gagnvart stjórnvöldum eða yfirvöldum. Neikvæð réttindi? Já, veist, sem einhvern veginn þeir sem eru að tala alltaf mannréttindi í dag eru ekkert að tala þetta. Þeir eru að tala það að þeir tilheyra einhverjum hópi og hann að fá eitthvað svona og svona og þannig og hennar rétt sko, gætan á kostnað þá skakkgreiðenda sem þurfa að borga fyrir það sko. Já, og kostnað kannski hinna almennur mannréttindi sko, sem þetta gengur allt út á sko. Algjörlega, og ég meina allir þessi mannréttindahópar núna, þeir eru alveg bara eignarréttur eitur í beira beinum og atvinnuréttindi líka og þannig að sko þetta er eitthvað snúist á haus sko, þessi umræða og svona, maður getur svona vókismin sko sem menn eru að tala sem eru auðvitað ekkert nýtt fyrirbæri, þetta hét bara eitthvað annað sko. Grófa liti? Nei, sko vók, ég meina slöffun í samfélögum er ekkert nýtt, menn það var bara vægasta úrræði áður sko gegn því sem höfðu ranga skoðanir eða ekki rétta skoðanir. Þetta er allt verið til mjög lengi en sko vókismi í mínum huga er auðvitað bara venjulegu fasismi, það er að þú getur ekki öðrum einhver aðra skoðun á þess að hafi afleiðingar fyrir viðkomandi og þetta er auðvitað en þetta fólk jafnir til þess að vera sérstaklega að berja gegn fasismu sko. Þetta er svo öfugsnúið sko og en menn segja alltaf, já við erum að berjast fyrir einhverja hópa sem eiga undir högg að sækja, þess vegna tala alltaf sko jaðarsetta hópa og við hinnir erum forréttindapissar. Passa på það að öfga hægriðin á ekki fótfesti hennar? Já, en þetta eru allt pólitíska grúppur og allt í lagi með það, menn meiga það alveg sko. Menn meiga alveg verið í þessu öllu saman og hafa einhverja skoðan á þessu sko. Og það sem kannski truflar mig mest í þessu er að skakkgreiðendur sé að fjármagna þetta sko. Menn mega bara verið í þessum grúppum sínum og hafa þessar skoðanir og finnast hitt og þetta en leið og maður svona sér að skakkgreiðendur að borga þetta og stjórnvöld eiga eitthvað að slöffa fólki og eitthvað svona þá ertu komin í miklu verri hafið bara einhverja skoðanir alltaf um það að þetta sé rétt og þú með alveg hafa skoðan að ég sé ekki mennskur en þau mennsku og allt það en Það er alltaf verið að kamaflassa þetta undir einhver yfirbræðir. En það þarf einhvern veginn samt að slöfa mér, það þarf að reka mig eða Jón aðla núna, rekum mig ekki lengur og og veist, þetta er svo hættulegt held ég í svona frjálsum samfélögum sem við viljum reyna að venda, lýðræðislegt, frjálslegt, réttaríki bara í raun sko og mennum finnst svolítið í lagi að taka réttaríki og sambandi í nafni réttlætis eða sanngirnis. Einhvern tímann hefði skoðanakúgun og eignarspjöll ekki verið antifasismi sko? Já, en þetta er Þetta er vandamál í kringum þessa umræðu sko. Ég sé alltaf, menn mig alveg sko, veist, ég er ekki að fara að reyna að slöffa mönnum að því þeir eru að boða einhverja pólitík sem ég finnst bara hræðileg og skaðileg. Mega það bara sko. Ég ætla ekki að fara að borga úr ríkissjóði fyrir þetta eða úr borgarsjóði. Verið bara frjáls félagssamtök og berjist fyrir þess að þið viljið gera. Jafnveg þó mér finnst það ömurlega skaðleg pólitík eða skaðleg hugmyndafræði. Já, og skiljanleg. Þetta get ekki allir sætt sér við einhvern veginn sko. Það er þessi réttrúnaður sem að er svo ríkjandi en mér finnst þetta allt vera frekar á undanhaldi sko. Ég held að hluta því sé þetta meðal ungs fólks þessi hægri bylgja sem þetta kalla, ég held að hún sé hluti á því að þetta er á undanhaldi þar sem við höfum verið að glíma við kannski meir og minna svolítið frá hruni sko. Mér finnst þetta alveg mjög sérkennilegt hvað og ég, þú veist, nefn þetta sérstaklega hjá fólki á mínum aldri og ungu fólki líka. Mér finnst mjög einkennilegt hvað margir fjölmiðlar
sko, svo ég reyna að forðast að gagnrýna og stjórnmálamenn gera sér lítið grein fyrir þessari breytingu sem hefur orðið sko. Já. Mjög einkennilegt sko. Já, ég átta mikið á sig sko. Já, ég tek alveg undir með þér, ég verð algjörlega var við hana sko. Og það eru þetta endurspegla svolítið í pólitíkin líka, hún eldir oft þessa strauma sko, það þessi populismi í pólitíkinni og þú sér bara hvernig flokkar sem að voru sko algjörlega fastir í bókesmannum sko, þessari réttlætingu allir og hinn og þessu að þetta fólk alltaf koma svona, það þarf að gera þetta og það þarf að gera þetta, við tökum undir það og gerum og græfum sko. Og við erum Nei, þessi flokkar sem að voru að berjast mest fyrir þessu. Já, svo voru þeir bara, vistu hvað, það alveg gríðarleg hreinsum á Alþingi. Nú ég búin að vera þarna í 18 ár og að losna við Pírata, þarna burtu. Ég sakna þeirra. Já, ég veit það, en þú ert nú í félagskap alltaf við þau, þið hittist nú alltaf öðru hvort ekki. Jó, þú voru að klippa þetta inn í. Við drekkum kaffi saman. En það er bara sko, það er bara allt annað svona ákveðið andrúmsloft á þinginu. Það er betra núna? Miklu betra. Og þessi munur að fækka 2 flokka. 3? Nei, þriðji var ekki inni. Tveir flokkar. Já, þetta voru 2 flokkar sem að fækkaði sko, þannig að erum ekki lengur 8 flokkar, heldur 6 flokkar sem að skipta á milli okkar 63 þingsætum. Það er alveg gríðarlegu munur. Ég sko, þetta unga fólk sem tala sko, það er svona sko, stígast niður fæti sko, ef einhverjir var ekki sammála einhverjum þá var hann sko afneituna sinni eða hafði ekki samkennd eða manngæsku fólk svona ég er bara að nóga þessu þeir verður bara að vera með ykkar hotni sko hvort þessi mikil hægri bylgja er ekki vissum, bara fólk segir bara heyrðu, ef við ætlum að lifa í frjálsu samfélagi þá verður bara að vera rými fyrir alls konar skoðanir við hefum við hvorki ríkisvaldin í einhverju hópar að beita öðrum einhverju refsingum þess vegna og þessi tíma verður bara að líða sko. Við erum alltaf komið einhverja byltingar það er, hvað er þetta, MeToo-byltingin og svo er einhver svona Black Lives Matter svo er lest eitthvað svona það sem Black Lives Matter skrifar þá er þetta raunverulega bara einhvern anstæð gagnvart kapítalíska samfélaginu sko. Þetta er auðvitað bara gamla vinstrið róttæka vinstrið sem er í bara einhverju nýjum búningum sem er hvort sem heitir Black Lives Matter eða hinsegin eða hvað þetta heitir alls saman. Þetta fólk er bara jafnvel í umhverfisvernd þetta er allt baráttan gegn hinu frjálsa markaðsbúskap frjálsa samfélagin sem einstaklingurinn skiptir máli einstaklingsfrelsun. Þetta er alltaf sama baráttan. Gott og vel. Þú mátt alveg vera í þessari pólitík sko. Að koma hreint fram þá. Komdu bara hreint fram hættu að beita öðru refsingum og allt þetta. Vertu ekki að gera út undir fölsku flaggi. Vertu bara á markaðstorgi hugmyndana og tökumst við á og svo kjósum við. Þetta er ekki flókið. Nei, ég held að þetta sé ekkert mjög flókið og vonandi er þessi mynd bara að skýrast og hreinsast og menn geta tekist á þessi sjónamið. Ég meina, það er engin spurning að okkar samfélag hefur sko þróast og þroskast þannig að frelsi einstaklingsins hefur verið lagt til grundvallar og við sjáum það bara... Það hefur verið höggið nærri því. Já, það hefur verið höggið nærri því á köflum og núna sjáum við það að sko, það er verið að reyna að sá svona einhverjum öfundartónum og slíku gagnvart þeim sem að er að ganga vel. Jafnvel þó þau séu að borga meira heldur en okkur aðrir inn í Íslands samfélag. Við þurfum að átta okkur á því að það er velsald okkar allra sem er undir og ef við höfum þetta leiðarljósi að tryggja frelsi einstaklingsins til athafna og vera ekki sko að skattþyngja samfélaginu of mikið, þá verða til miklu meiri verðmæti og miklu meiri svona gróandi en við pólitíkin hún ofta þvælast fyrir í þessu og það er svo minnistætt
það bara svo minnistætt þegar við vorum að fara hérna þessar hringferðir okkar, fólkið út á landi sagði bara, verið ekki að þvælast fyrir okkur, ef þið eruð ekki að þvælast fyrir okkur, þá skulum við bara sjá okkur sjálf. En sko hluta þessari bara þessar hópa sem ég að tala sko, hefur líka svolítið snúist eiginlega sko, einhvern veginn svona gegn kristni, gegn sko, verið að taka hagsmuni annarra fram yfir eigin þjóðar og svona, það verið alltaf verið að þessi alltaf verið að grafenda samfélaginu sko, alltaf verið sko svona öll er að barátta þessu með Píratan, alltaf að berast fyrir hagsmuni einhverja annarra sko, heldur en sko hagsmuni þjóðarinnar, og maður hugsa með sér sko, af hverju eru menn alltaf að berjast gegn okkur sjálfum, taka aðra fram mér, af hverju djöflust við alltaf gegn kristninni. Þetta er mjög merkilegt. Ég held að félagsfræðing ætti að huga þessu. Nei, bara, Binni, þetta er bara dæmigerð vinstri pólitík, sem að sósíalismi sem gengur út af það að koma á ólgu og óreglu í samfélögum til að geta sko ná tökum á fleirum. Ég þorði ekki að segja þetta. En sko, þetta hefur verið svo merkilegt og veist, til hvers voru við kjörin sko, það gæta hagsmuni okkar sko, en þetta verið einhvern veginn allt snúast eitthvað allt annað sko. Þau eru bjarga loftslaginu, það er bara hann. Já, ég meina, veist, já, og hvað sem það er sko, og ég meina, og hérna sko, þegar hún var að bjarga loftslaginu og Greta Thunberg sko, svo fór maður velta þessu, og hvað ætlum sé í pólitík sko, þá er hún auðvitað að berjast gegn þessu kapitaliska auðvalds samfélagi og nú er hún á Gaza og hún er þarna og hún er hún er auðvitað vegan og hún er að berjast gegn því að við ræktum einhver dýr og þetta er alltaf sama pólitíkin. Þetta er raunverulega sama pólitíkin, alveg sama hvað hóp, þetta er alltaf sömu hóp, þetta er margir hópar en alltaf sama fólki sko. Og allt myndi þetta fólk sko sem við erum að telja og það myndi allt fara í Keflavíkurgönguna og vera sko móti hernum og NATO og herstu aðstæðingar. Já, ég menn hættir hann að gáka það núna en ég menna að þetta er einhvern veginn maður stundum móti vestrættin samvinnu og já, maður svona upplifði alltaf einhvern veginn svo að vera svona graf undan eigin samfélagi, einhvern veginn veikja það sen að þetta búa til nýtt og betra, ég menna gott og vel, það er eitthvað svona pólitík. En þetta er orðið bara mjög áberandi svona margir hópar og svona vókismenn er svolítið hluti af þessu í þessu vóki hafa þetta bara verið sko gamlir vinstrimenn meir og minna og og við alltaf sofandi hinni sko og lefum ekki þó ekki meira sofandi heldur en það var staðið í lappirnar og samfélagið, íslenska samfélagið er það sem það er í dag. Já, fremst meðal hljóða, samkvæmt niðurstöðu Sameinuðu þjóðanna. Nákvæmlega. En ég legg mikið áherslu það fólk bara að fá að vera eins og er og vill vera og ég læt það bara í friði. Ríkisrekstur á að vera minni, við höfum að taka þetta skólakerfi til dæmis og gefa miklu meira frelsi þar í að vera með sjálfstætt starfandi skóla og fólk á að hafa val í þessum efnum, alveg eins og við erum búin að ná ákveðnum árangri í heilbrigðiskerfinu, sjálfstætt reknar heilsugæslstöðvar, það var sýnt það að við þurfum ekki að vera með opinbera rekstur í þessu kerfi. Þetta er ekkert með það að einkavæða heilbrigðiskerfið sko. Við höfum áfram tryggingakerfið okkar, við tökum áfram allan kostnaðinn á okkur, reksturinn verður bara miklu hagkvæmari, þjónustan verður miklu meiri í samkeppninni. Brynjar Níelsson, Jón Gunnarsson, ég er þetta múin að segja að með þetta menntakerfi sko, ef það verður eins og ég er mér sem múin að tala um hennar, þá ætla ég að stofna skóla. Og ég er ekkert grínast. Nei. Að ef að grunnskólakerfið verður þannig og garði gert að ég skila mönnum ólæsum eftir 10 ára nám, þá ætla ég ekki að setja börnin minni. Gefðu bara kennurum og öðrum tækifæri á að sjáu bara hjallastefnuna. Þetta er sjálfsagt starfandi bara. Sjáu verslunarskólan, sjáu Ísaksskóla sem er búin að vera öll þessi ár. Menn að þetta er margir leikskólar. Bara gefðu fólki frelsi og svigurum til þess að vinna úr þessum málum, leitað alltaf eftir hagkvæmustu samningunum, verð ekki að stýra því neitt, eins og við erum að gera núna orðið með hjúkrunarheimilin, eftir að reglunum var breytt og við lögðum drög að því. Ríki byggir bara ekki lengur neinn hjúkrunarheimili, en það hefur þetta sýnt sig að það á hvorki að byggja þau eða reka þau. Og þannig er þetta bara almennt, markaðurinn gerir þetta miklu betur. En
en þú leita bestu verða og þú ferði út og lætur liðið keppa. En sko varandi menntakerfi sem er sko ekki stærsta áhugjumál mann svona, veist, ef það er rétt, nú veit ég þetta ekki þetta, ef þetta er bara rétt þannig að alltaf hærra hlutfall hverjum börnum koma eftir grunnskólan illa undirbúin, bæði en vartir læsi og reikning og bara almenna þekkingu. Þá finnst mér skrítið að það sé bara ekki samstæðum það að taka almennilega á þessu. Ég meina við getum ekkert horta á þetta svona áfram. Þetta er galið. Þetta er galið, en mér finnst allir menn sofandi og svo hvernig hérna bara, já við verum að hlusta á sérfræðingar og mjög sérfræðingar, já við erum að hlusta á sérfræðingar, hvað er að gerast? Akkur, er það bara virkilega þannig að þeir sem vinni í þessu kerfi lítið þannig á að það sé nú aðalatriða börnurliðin og samræða verðfrekar að læra eitthvað, sko. Þá erum við bara á röngum stað, sko. Og þá munum bara líða verri í framtíðinni, sko, ef þau koma illa undirbúnandi lífið úr skóla. Já, við hefum svo nóga lyfjum til að takast á við þann vanda. Nei, sko, við getum ekki leyst þar að vanda með lyfjum endalaust og þessi mikil framför í lyfjaðinnaði, en sko, þegar þetta blasir við, þá finnst mér stjórnmálamenn alveg ótrúlega sofandi í þessu. Ég meina, ég veit að hérna Jón Símsen er eitthvað að reyna að æpa hann á torginu, hann er bara kaffarður. Hann er reyndar að standa sem mjög vel. Já, en ég meina... Hann er sann kaffarður. Já, hann er sann kaffarður, sko. Hann lætur ekki kaffara sig, sko. Hann sprettur alltaf við battur, sko. Já, hann hefur kannski ekki að vita á þessu og hefur greinilega staðið sem verið í þessu skóla sem hann hefur verið með og hreinsað til og gert ímsa góða hluti, greinilega. Já, hann hefur líka vakið upp umræðana. En svo bara veist, þetta það má ekki hafa samrandpróf, það má ekki hérna sjá neitt getumun á börnum í skóla en byrju í foreldrar með ekki vita hvernig skólinn þeirra stendur sig. Í lífinu er það nú bara þannig, í íþróttum er það þannig, það er í öllu þannig. En aðalatriðið er að allir fá tækifæri og þú reynir að ýta undir þá sem eru sko lakar á hverjum tíma, hvort sem er íþróttum eða einhverju öðru. Þannig var þetta með þig. Já, þess að reyna að bæta og kenna þær að sparka boltanum og allt þetta. Og svo voru bara endilega þeir sem voru ekki sérklega góðið, voru 10 ára, urðu síðan landsliðsmennir í íþróttunni, sko. Þetta er jöfnuður og manngerska. Já, þetta er auðvitað bara, þetta er það sem ég er að segja að menn sko horfi ekki á veruleika, heldur bara garga á veruleikan og halda að hann breytist, sko. En það gerist ekki. Og þetta er auðvitað risa áhyggjumál fyrir þjóðina. Ef börn koma undirbúin í lífið eftir grunnskólan, þá mun því bara líða mjög illa fullorðnu, sko. Fórst þú einhvern veginn í vatnarskúpunni? Nei, ég var einu sinni að spila við þá þá fekk ég alveg gullspjald fyrir að blóta og hérna það var líka lagi, þú fekk bara að læra þetta stundu þurftur að læra þið hardway sem menn segja útlega, sko. En mér kannski leið ekkit vel að þurfa alltaf að vera skammað fyrir að gera einhver mistök, en samt bara þurft að skamma mann, sko. Já. Þú er nú grannlega að vera mikið skammaður ef ég þekki þig. Það þurfti mikið að skamma þig. Eitthvað. Já. En kannski lærður eitthvað af því. Og þú hérna gerði mistök og þurftur að bera ábyrgð á því. Já. Og hérna, en leið þú tekur alltaf ábyrgð af börnum, þá náttúrulega verður ekki glæsilegt. Nei. Framtíðin, sko. Nei, þetta er hérna... En það er hluti af manngerskun að taka ábyrgð af börnum. Já. Þetta er sérstakur heimur sem við búum við, en það er hérna... En eigum við að fara út í góða veðrið. Förum út í góða veðrið. Hérna Jón Gunnarsson, Brynjar Níelsson. Þeir eru báðir toppmenn. Takk hérlega fyrir að koma. Það er ágreiningur, þetta er alltaf leið. Takk fyrir okkur.